Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinu klukkan 4 á föstudags eftirmyndi. Þá höfum við það sem við kallum vikuskatt. Það förum við frétti vikunur og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og hingað komið gott fólk. Guðmundur Pétursson, gítarleikari. Velkomin. Og Margrét Hugrún Gústafsdóttir Björnsson, mannfræðingur og guðsumestari. Sæl. Fyrir þá sem ekki vita hvað að vera guðsumestari. Heyrðu, það manneskja sem að stýrir svona stemmingsathöfn inn í guðubæði. Já. Tekur 3 korter í senn. Ég vissi að það var alltaf sögur í Galanda að það væri svona til stemmingsathafnir inn í guðubæðinu í Vesturbælauginu og Köllunum. Þetta er ekki svoleiðis. Þetta er ekki svoleiðis? Nei, þetta er ekki svoleiðis. Þetta er allt öðruvísi. Já, á öðrum toga. Á öðrum toga? Já. Hvað ertu að guðsa? Ægisíðu. Þannig að í hjólísinu? Nei, það er gamall svona trilluskúr sem er búið að breyta í guðubað. Heitir Sækot og einu sinni bjó fólk í þessu húsi. 8 manns held ég. Það er sérst kona sem heitir Vala Baldursdóttir sem er búin að láta breyta þessu guðubað. Og þarna kemur fólk allstaðar að og stundar þetta á kappi. Fer svo út í sjóin inn á milli í sjóbað. Við höfum kannski á hátt það svo að kom ekki svona einhverju plebbar. Pleppar eru fínir sko, börn guðs eins og við. Velkomnir. Brynhildur Stefánsdóttir, hún er snyrtifræðingur og bóndi. Já, kúabóndi. Kúabóndi. Ég gæti sagt þetta, hvað er það að vera bóndi? Það er hugsunastarf. Og Máni Pétursson, hann er umboðsmaður. Já. Fyrirverandi útvarpsstjarna. Já, fyrirverandi útvarpsstjarna. Tilvonandi podcaststjarna. Já, ég nú ennþá gert smá podcast en já, ég er umboðsmaður fínt. Já, og umboðsmaður hverra? Ég er með Jón og Friðrik Dór og Roxettina Mínus og Diktu og hvað, GTRN og bara alls konar fullt af starf? Já, þetta er bara fullt starf, fullt af tónleikum og þetta er nærandi og gefandi að vera í þessu, frekar en að vera maður eitthvað í fjölmiðlum og skoðanar öllum hlutum, sko. En ertu ekki að fara í það? Ég er bara, ég get ekki sagt nei við þig Gunnar og hringdir, ég var búin að draga því svo oft í þáttinn hjá mér ég er bara að verða að mæta. Já, þá skuldar mér nokkur skipti. Ég skuldar alveg nokkur skipti. Skuldar mér eiginlega 3 ár. Herðu, sko, það er alls konar í fréttum. Við erum svolítið með fréttir á Samstöðinni og mann finnst stundum eins og svona litlar fréttir innan þess en svona rosalega stór fréttir erlendis. En það er samt, ég sendi ykkur eitthvað svona punkta, en ég var samt að hlusta í Bylgjunni fréttinnar og þá var fyrsta fréttin í hádeginu Ágústa Ágústsdóttir sem er varaþingmaður Miðflokksins og er bóndi, þingkona. Og hún var að gagnrýna hvað Eldur Smári Kristinsson sem er formaður Samtaka 22 fékk að vaða þar uppi og hann var að hrauna yfir transkonu sem er í flokknum. Tókuð eftir því síðustu helgi? Já, svona, sá þetta eitthvað. Þannig að það er menningarstríð inn í Miðflokknum. Já, sko, ég er alveg með teika á hennan Miðflokk. Við þurfum að gefa honum bara það kastljós sem hann hefur í samfélaginu. Þetta er 10% fylgi, hinn 90%. Sko, ég meina við getum bara sett þetta í samhengi við að við erum með bekk, við erum með 20 börn í bekk og það eru 2 búljar. Ætlum við að gefa þeim eitthvað of mikið svigrúm í samfélagi. Við þurfum alveg að hafa það í bekknum. Við getum ekki fara að sniðganga þá. Við þurfum að sýna þeim vinsemd og virðingu. Við þurfum ekki að vera sammálaðum og við getum líka alveg stoppað af að þeirra fara við mörkin og við hinn 90% í landinum við getum alveg sett mörk. En Ágústa er svolítið að reyna það, hún er að tukta það til. Já, bara, þú veist, vel gert Ágústa. Ég meina, þarna þurfum við að setja mörk, því að þetta er bara, ég meina, við þurfum ekki að vera í ammælunum þeirra, skilurðu, og vera eitthvað að taka stjórnina þar. En á meðan þeir eru í bekknum, þið veitir, á meðan þeir eru í ríkisstjórn og við getum, þú veist, það er bara lýðræði er þannig, að þá þurfum við bara að hlusta og koma fram með virðingu og sýna okkur þá virðingu að vera ekki eitthvað að blammera fólk á netinu eða slíkt en bekkurinn þarf að ganga upp við getum ekki bara rekið á heim og svo náttúrulega bara getur vel verið að þeir hafi þetta sé svona ákveðið taktík að vera alltaf með einhver læti til að láta á sig bera þið vitið.
Máni, nú bæði varst þú þessi drengur sem hún að lýsa í skóla. Já, ég var það. Og þú varst líka með útastætti þar sem hefði nú frekar valið að tala við miðflokksmenn heldur flest aðra. Já, ég get alveg tekið undir það. Það kannski, þeir höfðu kannski meira að segja og þeir eru með svona skrýtna skoðanir og við höfum almennt mjög gaman að skrýtnum skoðunum, sko. En það náttúrulega, þetta kannski eiginlega, þú veist, vandamálið sko náttúrulega bara í hvaða stöðu pólitíkin þú veist, það ekki verið að ræða neina pólitík, það bara einhvern veginn, bara við sjáum allir fjölmiðlar, þetta bara skrýpa og fylgjast með þessu, þú veist, það styttist í svona 5-10 ár, þá verður, þú veist, þá var nóg að hafa 1 fjölmiðl á Íslandi sem að gera fréttir og síðan mun bara gervigreindin, þú veist, sjá hitt. Þetta bara verið að skrifa upp úr einhverjum Facebook-statusum, það engin umræða hvaða hugmyndafræði, fyrir hvaða hugmyndafræði eða hvernig fólk vill breyta samfélaginu. Hvað þú veist, verið að eyða tímanum í þetta, sko, og þessa umræðu, hvað bara verið að skrifa frétt þetta yfir höfuð? Hvað? Einhverja átökin í miðflokk. Já, gefum þeim kannski mikið kastljós, en það sem við getum samt gert bara sem samfélag bara öll að ala upp börnin okkar með þannig að þau kunni að lesa og lesa á milli línana og eins og þú talar gervigreind, að lesa og ekki hlusta á einhverja svona pop-up leiðtoga sem að lofa þeim öllu fögru, heldur bara get ég tekið sjálfstæða afstöðu það bara því miður ekki verið að, sko, ég veit ekki, sko, sem er skólan, það sko, ég veit ekki hvað það fylgst með þessu, stjórnmálmennir eru bara eitthvað á TikTok og Instagram og ég bara segja það fyrir mitt leyti og ég segja það nú oft, sko, ég eiti nú alveg 14-15 ára með að taka viðtölu stjórnmálmanna, hnignun stjórnmálmanna, hún bara búin að vera bara frá því við tóku fyrsta viðtal og í það til við tóku síðasta, að þetta bara algjörlega litlust fólk sem er ekki til málan að leggja. En þú ert líka uppalandi, skilur við getum alveg komið þessu til það gengur alveg mjög vel, ég ekki ákveða þeim. Mér finnst líka að rekast ákveð á eins að mér finnst stjórnmáli vera alveg svona branding. Nýs og branding er eina sem við sjáum, af því að við erum með svona digital veröld sem að gengur öll út á það, hvernig komum við eitthvað áleiðis. Þannig að jú, finnum nýs, finnum brand. Það er einhverju sem að vilja ameríska menningastríði á hægri vængnum. Við skulum taka það. Og þá skiptir engu máli, þú veist, er þetta alveg satt eða er þetta rökrétt eða hvað gerir þetta? Nei, við þurfum að ná í following. Þetta er branding following. Þetta er að gera þetta er markasíkja basically og eins og hægt að stundan á samfélagsmiðlum. Já, hún er það er sérstök svona aðsópun sem er á samfélagsmiðlum. Já, fjölmiðlar og samfélagsmiðlar eru orðnir keimlíkir með þetta. Þú veist, að þetta er bara, það er brandið og þetta er bara það sem við sjáum. Og miðflokkurinn er náttúrulega svona skýrasta dæmið þetta á Íslandi. Já, ég get lagt orð í belg hérna. Ég nú er ég orðin mannfræðingur og lokaritgerðin mín, hún var stafræna mannfræði. Það sem meðal annars þessi samruni manneskja og stafræna heimsins, hvernig hann í rauninni bara orðin að einum hlut, hvernig við erum orðin svona cyborgs, að við erum alltaf með þetta á okkur. Hérna er minnið okkur til dæmis. Já, þetta er bara, þú veist, skilríkin okkar og strætóferðirnar okkar og þú veist, allt bara. Já, líka bara minnið, að maður man ekki lengur af því að það er alltaf það. Þetta var heilinn. Já, getur sagt það, en þetta er allavega svona framlenging af líkamannum og konu sem heitir Donna Haraway sem skrifaði bók 1985 sem hét Cyborg Manifesto 84 eða 5. Það sem hún spáir þessu sem er búið að gerast í dag. Og til þess að einfalda þetta getur maður kannski sett þetta upp sem svona dæmi að tölvur keyra á 1 og 0 á svona binary kerfi og það er í sjálfu sér það sem hefur gerst í samfélögum, í þessum stafrænu samfélögum að þetta er orðið svo binary, þetta er orðið bara hægri, vinstri, svart eða hvítt. Þetta er bara svona polarising. Að það er betra að ráða við það þannig. Og það er þetta, nákvæmlega þetta sem til dæmis Trump og Elon Musk spiluðu á í aðdraganda kosningarna í Bandaríkjunum. Og Elon hafði, sko, þegar þeim var ljóst að það yrði Kamala Harris en ekki Biden sem var mót frambjóðandinn hans Trump, að þá skiptuður algjörlega stefnu. Og byrjuðu til dæmis bara að djöflast í henni fyrir það að vera einhleyp kattakona sem átti ekki börn og þar að leiðandi lét hún að vera rosalega óhamingjusöm og þeir byrjuðu að draga upp svona í rauninni kvenfjandsamleg ummæli
og þeir leituðu stuðnings frá til dæmis MMA samfélaginu sem rosalega svona, sem bara svona rosalega matsjústrákar og Elon Musk hafði náttúrulega beint aðgengi inn í, hann mikið íkon hjá svona mörgum hægri sinnum hlaðvarpstjórnendum þar að ekki hafði hann aðgang inn að innstu stjórnstöð X þar sem hann gæti í rauninu bara tekið algoritmana, lesið þá in real time og nota gervigreind með hraða sem engin mannafli hefði nokkuð tíma ráði við. Þannig að þeir eru stukku á þessa bylgju og náðu svona kosningunum og svo hefur hann, náttúrulega Trump hefur bara keyrt á þessu síðan. Og þetta í rauninu, ég hef aldrei vitað forseta áður sem að elur jafn mikið á sundrungu og þessi maður. En það einmitt sundrung sem þetta gengur út á. Og hún að smitast út allan heim. Og það annars vegar dygðuga góða vókfólkið og hins vegar vondu kallan til hægri og þessi skipt svona þetta bara svona svo djöfullin og engillin í kaþólsku kirkjunni en þetta náttúrulega bara nú bara, ég veit ekki ég ætla að fara að vitna ég ætla að fara að hvetja fólk til að horfa á nýju South Park seríuna það mjög gott, það alltaf gott í líf því að það líklega ekkert sem súmerar upp mannlegt samfélag betur en þessi tveir grínistar að því leiti að þeir tóku náttúrulega þegar þessi woke vitleysa var í gangi bara sorry ég noti það ennþá í gangi já, ennþá í gangi en svona undanhaldið einhverju leiti að þá náttúrulega breyttuður bjögguður til skólastjóra sem hét PC Principle Politically Correct Principle nú eru þeir konni í nýja seríu það séu að ráðast á þetta öfgahægri og þeir eru búin að breyta nafn á PC Principle því að hann búin að skipta skoðun og nú hann Pure Christian Principle og þeir eru raun og veru bara benda og þessi vitleysa Trump og þessar hægri öfgar og þetta náttúrulega bara viðbragð við því sem var við erum bara pendúllinni bara sveiflast núna og við erum að horfa upp á að við erum að fara í 7 ára einhverju tómu kjaftaði og síðan náðu balans þannig að við þurfum bara að þola þetta í 7 ár Er þetta ekki svona leið til þess að færa til sök? Já, Trump bara svona því að þetta var svo vont hann að hinum einn, þannig að raunverulega þetta hinum einn að kenna, þetta er vókin að kenna. Hann að reka fólk og vinna fyrir að tala. En er þetta ekki taktikbúli hana? En þetta það var fullt, ég ætla að segja, já, takk undir svona, málið það fullt bara mikils metnum, demókratum og öðrum, hugsandi mönnum sem bent á þessa staðreynd að þetta var viðbragð svo til dæmis þegar Donald Trump kosinn fyrst þá byrjuðu menn að ræða að þetta var út í að bandarískt samfélag var rasistar það hafði ekkert með það að gera þeir voru búin að kjósa svartan forseta tvisvar sumir sem fylki og skiptu hugmynd Samkvæmt þinni kenningu þá var Trump viðbragð við það að við gengum á langt með að kjósa Obama þess vegna fengum við Trump Gunnar Smári, ekki vera að færa eitthvað í stílinn einhverja svona djöfulsins vitleysu það er ekki það sem ég er að segja ég er bara að segja að það var ekki að færa rökin voru ekki til staðar að því leiti staðreynd málsins var svo og við erum að sjá það að Trump núna hann að ritskoða og fólk sem segir vitlausar hluti það er ekki við skulum ekkert gleyma því að það var líka svona þarna hinum megin þá var verið að garga út einhverja háskólaprófessora í Bandaríkjunum það var verið að garga menn út á torg einhverja háskólaprófessora það breytir ekki staðreynd málsins samt svo að það var þannig að fólk sem kannski opnaði munninn á sér og notaði eitthvað orðatiltæki eins og til dæmis það vildi ekki vera með svo mikið innflytjendum inni og þá vildi það kannski ekki hafa einhverja innflytjendur sem voru glæpamenn það vildi ekki hafa það vildi kannski hafa hina innflytjendur en þetta fólk sem sagði þetta bara það var bara stimpla sér rasistar þetta var bara venjulegt fólk sem var gert það og þessi umræða fór alveg í þetta þú veist það er alveg fræg saga bakarannu sem vildi ekki baka köku með 2 kallmönnum út af því að var gegn trúarbragði hans og hann var settur á hausinn það er ekki eðlilegt við verum alveg að bera virðingu líka fyrir heimskulegum skoðunum það er munur á því hvort þetta séu mótmælendur sem eru að andmæla því að þú komir í háskólan að tala fyrir það sem að krakkarnir telja að vera rasískar skoðanir eða hvort að Trump sendi þjóðvarlið Já, það er stórkostlegur munur eða sendi ákærði og setja í fangilsi í nokkra 10 ára það er ekki þannig að við köllum þetta yfir okkur að því við vorum svo leiðileg við rasistan Nei, þú voru ástæðan fyrir þetta fór svona eru ekki þeir sem voru rasistar það er ákveðin prósenta sem eru rasistar vandamáli er að venjulegt skynsamt fólk það er bara staðreynd venjulegt skynsamt fólk í Bandaríkjunum það ákvað allt í að kjósa Trump
út af þeirri ástæðu að það nefndi ekki hinn í vitleysu. Hann var líka bara að lofa hlutum sem hann gæti ekki lofa, bara lækkun bensínverð það hefur allir stjórnmálamenn gert það í gegnum tíðina. Ég er að segja, skilur, já, er þetta ekki bara af því að það er já, efnahagurinn þú vilt geta hengt þig á einhvern sem er svona, populista brúða og lofar þér öllum fögru. Alls konar bullshit hugmyndir, ég meina þeir alltaf að fletta ofan á Epstein og það er alltaf hugmyndir í Bandaríkjunum það að við séum með einhvern þjóðfélag, Trump búin að stilla sér upp hann sem einhverjum frelsara og bla bla bla, skilur við, en þú veist, hann bara partur af þessi rasismi sem að eiga sér stað núna og þetta ofríki, þetta búið að blunda í amerísku samfélagi á hærinu í marga áratugi og ég meina þótt að við getum sagt að þetta sé eitthvað viðbrað, þá samt munur á, við verðum að skoðast mun á einhverjum ásetningi að ég meina það búið að tala það núna heil lengi, þú veist að við séum að leiðinni bara í gúlagið eða þú veist fasismin sé að koma út af því að einhverjar femínískar konur séu svo hysterískar eða sko að transvæðingin sem að þú veist allir eru hægri alveg brjálað á að því að í grunninn þetta bara þú veist hnignun þeirra hugmyndar siðferði og bla 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 sem að þú veist allt byggt á hræstni auðvitað en það svolítið munur á þessum ásetningu og þegar við erum núna að sjá ég er að sjá afro-ameríska vini mína í Chicago þeir eru að senda mér myndir á hverjum degi það sem slagsmál út á götunum. Þú veist, ég meina, þetta er ekki sést í Bandaríkjunum, ég meina, þetta þú veist, og líka það að þú allir að láta menningarstofnanir og annað viðurkenna minnihlutahópa í sögunni og svona horfast í augu í sína sögu. Við getum alveg rifist það að það hafi ykkur í gengi og langt og við getum rifist það að hérna sé búið að fara þannig fram að það fá ekki allir orðið og eitthvað svoleiðis en það er mikill munur á þessu og þegar þið menn mæta núna og segja nú ætlum við bara að þurrka þetta út nú ætlum við bara að þurrka út þessa sögu það gengi allt og langt þeir fengu svartan forseta, hingað ekki lengra og síðan bara the warmongering og þú veist og hvernig menn brugga heimsins ráð með mannslífum og slátrunum og viðskiptasamningum og þeggjandi peninga og þú sér alveg gegndarlausast sko ég myndi alveg sammála það er munur þarna ásetningi og stigsmunur og þannig að ég held að það sé miklust þeir eru búin að bíða þessu tækifæri og ég held að hægri hafi alltaf fagnað þessari menningarstríðsumræðu og kynnt undir og elska það þegar að mótmælendur ætla að fara að blokka eitthvað sem að vera í fyrirlestra eitthvað stað. Það er þessi máleir, þú veist, og ég held til dæmis í grunni, sko, þá séu 60% Bandaríkjamanna frekar svona almennt skynsamt fólk, sko. Þú veist, það er bara það sem máleir og það er 60%. Já, svona 60%. Ég geði að 40% svo mikið að fólki ópólítiskt. Já, og það er þessi máleir. Þess vegna sko, er ég að segja, þú veist, að það er þessi máleir að viðbragð við sveiflunni það, sko, þú veist, að sko einhvers staðar og það er bara staðreynd málsins að demókratar eða vinstrimenn eða hverjir sem eru, sko, að þeir mistu einhvers staðar, sko, tökin á þessari umræðu og hvernig eru og kölluðu þetta við sig og við sjáum þetta líka bara hérna heima. Við skulum ekkert gleyma því. Það er bara staðreynd málsins að menn hættu hér að ræða vinstri pólitík. Þeir hættu hérna mörguleiti, flesti stjórnmálflokkar, að ræða stéttabaráttu og fóru að ræða einhverja hluti sem voru kannski, sko, fóru allt í hennu var bara kynja pólitík orðin aðalatriðs. En það var ekki herðu. Við erum hérna með láglauna konur. Þú veist, við skulum ekki gleyma hérna jafnlauna frumvarpinu sem eitthvað mesta þvæla sem eru framleitt hérna af íslensku samfélagi. En Máni, gerði þið ekki eitt áður að til þess að 10 áratugnum þá fór vinstri fólk og tók upp efnaðarstefnu hægrisins, það er kallað blerismi, þannig að það var löngu búið að skilja áður að koma jafnlauna. Já, það er mjög góð punktur, það er myndi alveg rétt, sko, Tony Blair, hann fór að vísa aðalega, hann fór alveg í hælasokka og svona dæmi, hann sýndi að, þú veist, og fór einhvern veginn í það bara, herðu, vinstri menn geta líka rætt peninga og það var náttúrulega alveg sko rétt pólitíkin, það er alveg rétt hjá þér að hann fór alveg þessa leið og það voru margir sem eltu þetta evróskir stjórnmálunum og kannski punkturinn að þeir töpuðu vinstri pólitíkin tapaði á því að hún bara gat ekki skilgreint sér rétt.
Nei, Nikjössal ófærum það og náttúrulega einhverju vinstri pólitík hefur náttúrulega aldrei náðin inn í flug í Bandaríkjunum yfir leitt, sko, inn í þessu umræðu. Kannski í New York núna, það yfirleitt sósíalisti sem með fórustu í skoðanakonunum fyrir bæjarstjórnarkosningarnar sem verðar eftir 3 ára. Borgarstjórnarkosningar. Ég held einmitt alltaf að hefðu sko Bandaríkjumenn. Við fáum alltaf svo mikla von í gegnum eitthvað svona, eitthvað gerist í New York og eitthvað svona, en sko Bandaríkin eru ógnastór og þetta er bara dropi í hafið, sko. Ég sko, segi stundum við krakkara mína, sko, þetta er svona eins og það væri bara einn forseti yfir allir í Evrópu og síðan væri bara, þú veist, þetta er bara svo mikið og við getum ekkert fara að leggja einhver dóma hvernig fólk í Bandaríkjunum það er bara óbúslega mikið af því og þetta er bara óbúslega stórt landsvæði og þetta er bara mörg fylki og þú veist, þetta mjög ólík, nánast eins og ólík lönd bara. Og svo er ekkert sérstætt sem bendir til þess að hans viðhorf og ríkisstjórnar hans sé að sigra í Bandaríkjunum. Nei. Kannanir benda til þess að það er líka bara vegna fólk sem kemst að kjósa. Að falla og eina leið þeirra til þess að halda völdum er að breyta kjördæmakerfinu og ræna völdum og þeir eru bara undirbúið það er ekki eins og að almenningu bara fekk nóg og þess vegna eru Trump. Ég er ekki alveg við erum náttúrulega bara að tala lítið við skulum átökuna, hann vinnur ekki þessa kosningamennunum yfirbörn. Það er náttúrulega sem málið er. Ég er ennþá á því til dæmis að bandarískt samfélag væri betur statt hefði demókrataflokkurinn ákvaðið að bjóða okkur upp á Bernie Sanders. Þegar Elon Musk joinaði þessu kosningaframboði hjá honum, þá tók það svona stökk. Og það hefur aldrei gerst áður að eigandi samfélagsmiðils taki bara einhverja skýra afstöðu með forsetaframbjóðanda. Hann er núna komin í stríð við hann, sko. Ég veit það, þú veist, en hann gerði þetta. Hugsið ykkur ef að Mark Zuckerberg hefði ákveðið bara ég er tím Kamila og ég ætla bara að gera allt, þú veist, sem ég get til þess að styðja hana. Hvernig hefði það orðið? Hún hefði unnið. Þetta er bara það sem við erum búin að koma okkur í. Bara samfélagsmiðlar. Og svo skulum við ekki gleyma því heldur að samfélagsmiðlar, þú veist, þessi helvítis kommentakerfi, þau bjóða náttúrulega ekkert upp á neina vitræna orðræðu. Nei. Og það er að leiðandi verið að kæfa hana. Þú veist, að því þetta er farið að skipta svo miklu máli, þessi komment og þetta kjaftaði, að það er ekkert middle ground í boði. Það er bara línan, sko, mörkin eru fann að færast svo að því að einn aðsti maður heims leyfi sér að segja bara eitthvað krapp og þá þurfum við svolítið að vera á vaktinni bara sem bara krakkar, þið sjáu að þetta er bara galin ókurtist því og þið sjáu að þetta, svona gerir maður ekki. Við höfum all þessa ábyrgð, við þurfum ekkert að fara að spekla okkur í. Hann er líka frík, hann er eini maður sem að hann er eitthvað svona jafna, hann hefur eitthvað legacy status og hann kemur úr einhverju að þú getur ekki séð, getur ímyndar ef J.D. Vance alltaf að taka við, þú veist, meir og minna fólki í kringum hann eru eiginlega fábjánar, en hann er eitthvað frík sem að kemst upp með eitthvað sem eiginlega engin, þú sér ekki neitt fyrir því að komast upp með, ég meina það getur enginn farið í þessi fótspor að hann er búinn en svo er líka, sko, það læra börnin sem fyrir haft og ef maður hlustar á veru illuga þættina Trump og pappa hans og afa hans að þá sér maður alveg, þú veist, þetta er bara lærð hegðun. Þetta er bara, við getum bara kent eitthvað annað hér. Við erum ekki Ameríka, við erum Ísland. Gamalt kall á styrum. En erum við að tala mikið Trump? Brynhildur byrjaði á því og vísaði þá í miðflokkin sem er bara 10% flokkur, en ég meina Trump er kannski með stuðning 40% landsmann í dag, samkvæmt konunum. En sáu þið... En það spyrir ykkur, ég meina, er Trump til útflutnings eða til innflutnings á Íslandi? Nei. Sko, 10% kannski finnst að þessi stefna sé til innflutnings en okkur hinum, ég ætla að halda með það, okkur hinum 90% sem höfum líka þá virðingu að við erum ekki að djöflast í kommentakerfi og nýða fólk af því að ég vil meina að þessi sjáanlegu 10% Íslendinga sem að eru þar, þú veist, ég vil meina að þetta séu bara 10%. Þú ert með einhver svona, ég meina búlín í bekknum, hann vill vera elskaður, ég meina hann vill vera herður og hann notar kannski bara allar leiðir til að heyrast, en við getum líka alveg bara blásið upp hitt eins og kom þegar að búlíð átti sér stað í Kastljósþætti að sem að enginn mist af, apparently, en að þá... Jú, ég sá hann ekki. Ég meina sko eftir á, þú getur hort á... Ég er ekki búin að horfa á hann. Já, ok, gott ég ert ekki það í. En sko þá fannst mér, og ég ætla bara að hafa trú á Íslendingum, að mér fannst við öll stíga fram, heyrði, halló, stopp nú. Ég upplifði það. Veistu hvað gerði svo? Búlíðin var ekki gerður að varaformanni.
Já, heyrðu, það sko fyrirsjáanlegra heldur en Disney mynda endir, skiluru. Þetta klanið hans, þetta eru 10%. Þú veist, þú getur, eins og ég sagði hann, þú getur ekki farið í barnaafmæli heima hjá búlíinum og farið að stjórna því. Við þurfum ekki að leggja svona mikla áherslu á þetta. Miðflokkurinn horfði á þetta og sagði, heyrðu, þarna erum við með gersemi, að 90% af þjóðinni hatar hennar mann. Gerum hann að varaformann. Af því að þetta er taktikinn, þú veist, sem þeir vilja flytja inn, en við þurfum ekki að taka þátt í henni, þú veist. Ég ætla ekki alveg að taka undir að Snorri Más, sko, hann var ekki góður í þessu viðtali, það skal alveg segjast þessu og hérna kom illa frá sér orðinu svona með hvað hann mælskur hann oft sko og greip alltaf mikið fram í. Það er svona að segja. Hann var svona klaufalegur því en hvað myndi hann gefa honum í einhvern? Fyrir þennan, ég myndi gefa honum frekar lága einhvern líka bara ég setja á standard Snorra. 5,6. En sko ég held að við þurfum samt að Við þurfum alveg að hlusta á hann er í bekknum, við getum ekki rekið hann á bekknum. Snorri er líka mjög klár en við getum sett honum mörk, hann er sko þetta er velgefinn drengur og ég held til dæmis að greið litlu stuttbuxastrákarnir í Heimdalli þeir hafa ekki fagnað þessari niðurstöðu þegar miðflokkur komst að þeirri niðurstöðu að þeir ætla að gera Snorra Másson að varaformanni sínum ég ætla bara veðja á það ég held að miðflokkur verði stærri sjálfstæðarflokkurinn í næstu kosningum. Þetta er fengur fyrir miðflokkinn. Það tengir það sem við byrjum að segja. Og ég nefnilega sé að engin merki nefnir skoðanakönnun. Nei, það er náttúrulega engin skoðanakönnun verið gerð eftir að hann kosið varaformaður. Nei, en ég sé það bara að hann fekk minna fylgi eftir flokkurinn að meðaltali í sínu kjörnum. Við höfum bara að taka kastljósið af honum, skilur. Snorri Másson, hann er vel balinn og hann er vel lesinn Gunnar Smári og málið hérna ég sumt að þessu dæmi upplegi ég oft Snorri sé ekkit endilega alveg þessara skoðunar þó hann sé að fara í þessu umræð þess vegna segi við verðum að geta tekið samtalið og það sé heldur með sé málið ég held að sé alltaf nauðsynlegt að taka samtalið og Snorri Másson hefur náttúrulega hefur oft skipt skoðun á hlutunum og það finnst mér ákveðið kostur með stjórnmálum hann að skipta skoðun á hlutunum og ég held að hann muni sópa að sér fylgi ungra kallmanna ég segi þér alveg svo það hefur ekki gert en þá er mikilvægt einmitt að það er ekkert af þeim við þurfum ekkert að koma þeim skilabúðum að það sé eitthvað af þeim við þurfum bara, þú veist, bæði að sjálfstyrkja dætur okkar og sinni, skilur og bara, lestuðu til ekki hafa einhverja raskat skoðun komdu vel fram við náungan bara fylgdu mannréttindum og þá bara munið vegnast vel skilur við þurfum ekkert að ákveða það fyrirfram Máni að allir ungi kallmenn ætla að fara að fylgja Snorra ég er ekki leiðilegt að segja ég er ekki að segja allir ég er bara að segja það er kjarrhegðun ég sá í einni könnun að það gæti mögulega verið svona 12% kalla sem að væri að sveiflast já, er það þá kallar sem að líður illa finnur sig ekki þá í samfélaginu þú veist, erum við bara hvað er það þá? Verðum við þá ekki bara fara að spyrja okkur af því? Af hverju vilja þeir fylgja þessu? Nákvæmlega. Getum við þá ekki bara svona skoða það eins bara sem samfélag? Er ekki bara gaman líka bara að, þú veist gera það ekki einhver afleiðing af MeToo mögulega en sem einhver uppreist en þú veist, já ég næði þá ekki af því að ég er mother of two já, tvo stráka segð okkur, hvað finnst þér bara svo auðljóst að hann verði mest áberandi og sé varaformaður flokksins af því hann er svona ung blóð, hann er svona veltalandi sjáum við hína getur maður sagt hann er bara andskilur og þetta er flokkur sem þú veist búin að vera með einhverja klausturdóna sem alltaf með þá slíku í sér þarna að fá þér þetta upp í hendurnar mætir einhver metnaðarfullur maður, einhver podcaster skilur, hann getur komist inn alls konar leiðir sem að það var ekki einhver fréttið að grein það ástæða þess að það verður svona hjarðhæðun að fylgja einhverjum svona pop-up brúðum fyrir ekki, bara er að afkomendur okkar, kynslóðina sem við erum alveg upp, að þau sjá ekki fram á að þau munu hafa það eins gott og foreldra þeirra og þess vegna skilur við það er eitthvað harna í ári og ég það er einhver sem lofa mér með einhverjum látum að ég er bara vanur einhverju áriti á TikTok og bara heyrðu, ok, þessi hann er með orðið og þess vegna vil ég ekki gefa því kafsljós ég held maður passi sér nú að ala börnin sín upp í því að stjórnmálamenn sem segja einhverju og lofa einhverju, þeir eru aldrei að fara að standa við eitt fólk verður náttúrulega að læra það strax og það er best bara fyrir alla sem er að horfa hann og þátt að gera sig grein fyrir því að stjórnmálin munu aldrei gera lífið þitt betra og ef fólk ætlar að lifa þannig lífi þá bara finn ég verulega til með þeim
Ég meina, maður sér fólk farin í stjórnmál, gáða, það allir að segja, já, þessi á náttúrulega að fara að þing, þetta stók og svo bara byrjar einhvern veginn rullan að spinnast upp og enda með því að þú heyri bara nóis. Það að ég mestar ágjör með Snorra og því ég ánað með Snorra, sko, hann kemur með einhvern vinkil, sko, inn í stjórnmálumræðina og hann ákveður. Hann sagði ekki Óttar Proppi í hlaðvarpi hjá Snæbjörn fólk. Það var að tala um þetta. Hann hefði bara ekki lista á að vera þingin. Ef þú ætlar að ná einhverju fram á þingi þá þarftu helst að vera 2 kjörtímabil og hann flutti einhvern tímann í pontu sömu raðina 2 og þá loksins komst hann í sjónvarpið af því að í seinna skiptið þá blótaði hann bara ógeðslega mikið og lét á sig bera og þá fékk hann kastljósið. Skilju, þessi taktík. Má ég koma með eina athugasemd? Að Donald Trump, hann náttúrulega var sjónvarpsstjarna í mörg ár áður en hann fór í forsetaframboð. Með þættina The Apprentice. Hann var stjórnandi raunveruleika þætti og hann, þú veist, kann að gera þetta, sjokkera og segja eitthvað skrítið og óþægilegt og allt þetta. Rosa performer og hann var látin fara á endanum úr þessum þáttum fyrir rasísk ummæli og hann komst fyrst í kastljósið fyrir rasísk ummæli og hann var látin hætta með The Apprentice út af því og hann sem sagt fer síðan þaðan og beint, hann tilkynnir að hann ætla að fara út í pólitík eftir að hann hættur, eftir að búið að reka hann úr The Apprentice. Og innkoma hans í pólitík var líka rasísk, þá var hann kom inn og var að vefengja að Obama væri Bandaríkjamaður. Það gæti ekki verið að svartur maður. Hann er svo óamerískur sem maður, hann getur ekki verið ameríkani. Og þegar hann var nýbúinn að niðurlægja hann þarna forseta Úkraínu í beinni, þarna senan hann að fræga, að þegar hann lappa út úr stúdíónu þá sagði hann þetta var geggja sjónvarpið ekki. Þannig að það er það sem hann er að gera. Hann sagði reyndar í sætinu. Hann sagði að það hefur verið lengri fundur en við gerum ráð fyrir, en þetta er búið að vera gott sjónvarp. Þannig að það er það sem þetta gengur út á og það er þetta sem hún er að segja. Og Snorri gerir þetta líka, J.K. Rowling gerir þetta, hún var að tala um transfólk, ég var að hlusta á geggjað hlaðvarp sem heitir The Witch Trials of J.K. Rowling. Ég hef aldrei heyrt góða svona fjölmiðla framleiðslu á ævinni, þar sem er verið að bara kryfja það mál til mergjar. Hvernig byrjaði þessi transumræða í rauninni í upphafi og hvers vegna hefur þetta spin-off orðið? Af hverju má ekki tala um þetta? Af hverju mega feministir? Ég hef aldrei náðu þessu að má ekki tala um þetta. Hlusta á þess að þætti. Það verður alltaf allt brjálað. Ég er líka heitt að miðflokkurinn segist aldrei geta talað um eitthvað. Þeir eru í landstarf, við erum að tala um ég skildi aldrei. Það má ekki vera rasisti lengur en það. Við bara allir vera að tala bara eitthvað rasist. Nei, það er ekki svoleiðis. Þetta er alveg rétt hjá þér, sko. Það er öll umræða alveg í lagi, sko. Og það hefur aldrei upplifað að hún sé bönnuð, það er alltaf sko orsök og afleðing, það er eins og fólk skiljið það ekki, það kannski þarf að fara að kenna það í skólanum, þú mátt segja það sem þú vilt, en ef þú segir þetta, þá getur viðbrögð verið þann. Já, þá getur alltaf fengið. Hinn má líka segja það sem hann vil. Já, en svo finnst mér kannski líka bara, þú mátt segja það sem þú vilt, en já, ekki meiða fólk. Mér finnst alveg bara, að það getur bara verið svona, svolítið, þú veist, ekki fara að Þannig kemur að kjarnamálsins. Ég hef alveg saman að því. Þetta var þessi gerðist líka, sko, verið þótt gleymast, sko, að þú veist, í þessum fallegu vókhugsunahætti, þá var líka alveg verið að meiða fólk, sko. Þú veist, í góðmennsku minni þá skrifa ég status sem er til að meiða. Já, heldur betur. Og þessi J.K. Rowling, hún var sko bókstaflega ofsótt. Hún var ofsótt. Bara algjörlega ofsótt og morðhótanir og þú veist, heimilisfangi hennar var látið á netið, hún þurfti að fá vöktun fyrir utan húsið sitt. Og eina ástæðan er svo að hún vildi ræða það að karlmenn sem að hafa farið í leiðréttingu og leiðin í leiðréttingu eða whatever væru inn í rýmum þar sem að konur væru óöruggar eins og í kvennaatkvörum eða fangelsum eða sameiginlegum salernum, þannig að hún er ræða þetta út frá svona femínísku perspektífi sem hún tengir við sína kynslóð, hún er fædd 65 og var með því að þú veist, þegar kvennaatkvör voru að verða til í Bretlandi. Hún leitur á að transmensu inn í rýmunum til þess að skaða konur, það svipað Eldur Smári Kristinsson var að dreifa miða. Nei, hún lítur ekki svoleiðis á það. Nei, hún lítur ekki svoleiðis á það. Hún er með áhyggjur af því að svo staði geti skapast. Hún hefur skapast, en hún má ekki tala um þetta. Þannig að því vorum að tala um hvernig umræðinni stjórnað og við erum með fréttir hérna á samstöðinu og förum þá við svona fréttir. Það er eiginlega þingið að byrja, það bara kemur eiginlega ekkert út úr þessu.
nema maður freistast til þess að taka upp eitthvað sem að Miðflokkurinn gerir. Og því að þú eitthvað að segja að Snorri geti komið með mál á dagskrá. Það sem hann kom með í þessari viku var að útvarpið var ekki með fréttir á pólsku, af því að það ætti bara að vera fréttir á íslensku. Hann var líka að vekja athygli menntamálaráðherra á það að Gísli Marteinn væri eitthvað að hnýta í hann á Facebook og spurning hvort að mætti ekki skera niður í Ríkisútvarpinu. Þannig að þátt þarna sem að Gísli Marteinn væri með, sem að væri siðferðislegur ritstjóri RÚV. Karl Gauti kom upp í pontu og sagði að íslensku stjórnvöld ættu að beita fyrir því að Trump fengi friðarverðlaun. Svo kom Sigmundur Davíð upp í pontu og sagði við ættum að bjóða Trump í golf. Og maður svona velta fyrir sér, já. En er þetta eitthvað pólitík eða hvað er þetta? Nei, ég var að segja þetta. Bara entertainment. Þetta er ekki pólitík. Hvað þarf maður að svangur til að borða þessa móla í kommentarsafnum? En svo getum við líka, því að þú vilt alltaf fara í þetta miðflokkurinn og ef við förum bara á stefnuskrá miðflokksins og eitthvað rosa mikið pepp fyrir síðustu kosningar eitthvað og við skulum standa við þessa sundabrauð sem að allir vilja og eitthvað, en svo er bara ríkisstjórnina græja þau mál með, þú veist, jú, það er ekki bæði halda og sleppt, það er svona skattar á okkur sem að keyrum mest en ég meina þú veist, þeir eru að leiða þetta í gegn, það þarf ekkert eitthvað miðflokkinn til, ég meina það er alls konar mál sem að aðri flokkar eru líka berist fyrir, þeir bara hrópuð að herra eitthvað svona og svo kemur bara eitthvað svona skraut á milli sem að hefur enga þýðingu til að halda kastljósinu á sér, þannig að ég ætla ekki að fara, þú veist þú getur haft rosalega flotta stefnuskrá og eitthvað, en verið svo með eitthvað svona trúðslæti á milli og það er það sem að ég ætla í alvörinu að ennþá trúa að 90% okkar hérlendis ætlum ekki að taka þátt í. Það er kannski pólitíki eini. Ég er að átta mig á þessu með að bjóða Trump. Ég er að velta að það minni mig á að maður er búin að sjá fundi þar sem að einhverju Afríkuleiðtogar eru með samsæti með Trump og eru að hrósa honum hástend og segja við hann að þeir ætlum að hjálpa honum á friðarverðlaunin og hann er bara þannig að hann bara bráðnar allur og þeir fáið bara lága tolla á móti og hann alltaf hringdi til Noregs og hugsaði með normenn, þeir geta nú örugglega hagnast á þessu og þetta er eitthvað svona idiotísk pólitík sem þið gangi að það. Þannig ég er að velta að vera, er þetta pæling? Já, við ætlum að bjóða að vera vinir Trump, það er best. Alltaf hugmyndin að sko bara einhver Bandaríkjaforseti fáið friðarverðlaun. Það hefur gerst. Obama. Þetta er algjörlega út í hött. Þetta eru þeir sem að basically í maskínan á bakvið stríðsex og ég meina hvað er Trump að gera, þú veist, þeir nota öll þessi stríð sem einhver viðskiptatækifæri og hóta Tomahawk og eitthvað svona. En fyrir utan það sko, ef einhver Bandaríkjaforseti myndi, eða svona stór leiðtogi myndi gera eitthvað sem var í átt til friðar, þá var hann að gera bara það sem hann ætti að gera. Hann ætti ekki að fá neinn helst velun fyrir það, skilur þú veist, ég meina eru menn ekki kostnin til þess að leiða okkur inn í betra samfélag, þannig að það velu, þetta er algjörlega idiotískt og svo er það sjálfur forsetiskulur upptekinn að því frá friðarverðlaun. En ég held að það sé út af þessari heimsku að vera láta Obama hafa friðarverðlaun Nobels. Þetta er bara galið. En líka bara það, eins og þú ert að segja, að hann bránar eins og smjör. Litli búlíinn í Hvíta húsinu, hann vill vera elskaður og hann vill fá athygli, hann er bara að reyna að fá athygli, þú veist, á þann hátt sem hann kann. Hann hefur aldrei fengið nei, það hefur ekki slegið á fingurna á honum, skilur. Það var hann að sigurboga og já, þú veist, þetta er bara eitthvað svona, jú, mér langar í velun, ég líka fá svona, þú veist, og höldum honum það bara í því, eða þú veist, eða heimurinn, ég ætla ekki að vera upptökin af því, sko. Ég til dæmis átti, ég reyni að tjá mig sem minnst á samfélagsmiðlum hinn pólitísku mál, en ég sá þeim þetta með Karl Gauta sem hann var að leggja til að Donald Trump er veitt friðarverðlaun og ég vildi þá minna á þessa skoðun mína sem ég er búin að halda lengi fram að mér finnst að við verðum að lækka laun þingmanna. Það er númer 1, 2 og 3 og síðan verður að setja kvóta hvað er sýta lengi. Það verður bara að vera 8 ár, þá líka bara geta komið inn í 8 ár og farið út aftur og farið aftur inn á vinnumarkað og komið þá inn sko eitthvað hugsunarfólk, það kemur alltaf þessi hugmynd. En Karl datt út á þingi og kom inn aftur. Já, hann kom aftur, já, hann er kannski sýta núna síðustu 4. Já, þetta verður ekki alltaf þægileg innivinna og hann sýtt bara alltaf. Nei, hann er kannski 7. Það er rosalega endun í íslenska þingi. Já, núna, en enga síður. Ég vil, við skulum hafa í 8 ár og kalla það gott þegar við erum búin að sýta í 8 ár. Og þegar þú getur ekki breytt neina á 8 árum, þá bara er kannski góð tíma að gera eitthvað annað. Og líka það, og ef launir eru lægri líka, þá held ég til dæmis að við fáum meira hugsunarfólk inn. Og þegar við sjáum til dæmis ef við sjáum kennarastéttina, hjúkrunarfræðingana, það er enginn að velja að vera kennari og hjúkrunarfræðingur út af að ég ætla að fara að læra þetta út af því að þetta er svo vel launað. En það er út af því að fólk hugsaður,
þetta gefandi og þú veist, þetta nærir mig líka að vera hérna og það sem málið sko, og það sem ég finnst gallin við þingmennskuna kannski núna og alla stjórnmálmenn og ekki síst hérna í borginni og allstaðar í kringum okkur í sveitafélögunum að sko, að það virðist ekki vera að fara í pólitík í dag einhvern veginn og hugsa bara, herru, ég ætla að koma inn til, ég ætla að reyna að hafa góð áhrif og ég ætla að reyna aðeins að breyta þessu samfélagi og ég til að gera það og taka með lægra í laun bara svo fólk ákveður að vinna fyrir en heldur getur verið að fólk sem bara rætt við þetta að fara í stjórnmál og þetta einmitt þessi punkturinn að kemur alltaf, já sko þetta velun að tala svo illa okkur og það sagði svo ljóð, af hverju sagði ljóti í lautaröðveg og þetta þú ert ekki að segja satt þú ert í einhverjum óeðalegum skrípaleg það alltaf svoleiðis? Ég meina, ekki dregnir upp einhverjir gamli statusar jú, það náttúrulega alveg rosa mikið jú, það alveg gert alveg heilmikið að því sko Kanselævintýri en ef þú sko, það náttúrulega þannig sko ef þú ert ekki hræddur við beinagrinnar í skápnaðinu sko, þá hefur ekki þetta óttast það náttúrulega málið sko við stofnum bara flokk en sko, ég þeirra skoðun að mér finnst þetta eiginlega sko vera þessi vandinu út, við sjáum alltaf sko nú ætla þeir að fara að bjóða fram hérna hvað heitir aftur hérna fyrir bara hérna þvert á flokka þú veist það engin kollun eftir þessu sko. Við skulum að vissu en það líka heldur engin kollun eftir 4 vinstri flokkum hann sagði að það væri 70% sem að myndu styðja þetta framboð og vísa til könnuna sem þeir hefðu sjálfur gert út af sögu nei, hann var bara í það var eitthvað prósess að gera eitthvað könnun sem að spurði eitthvað telur að vera allt of mikið of mikið, mátulegt of lítið eða allt of lítið af hælisleitendum. Fólk bara spurt og þetta til dæmis fólk og hann taldi það, þessi maður þann lasaði þetta á könnunni, það verið 70% landsmanna sem myndu kjósa sig. Þetta málið sko, þetta einmitt þetta konsept sko, þegar maður sér sko til dæmis hérna nágrannaðina hérna uppi komast þeir bara að loka á hælisleitendur og maður bara eitthvað Býtu, það ekki til meiri ílska en það að fara bara að hugsa að það sé í lagi að loka á hælisleitendur. En þá segi ég samaskapi, við megum líka alveg taka umræðuna, hvernig hælisleitendur viljum við fá til landsins án þess að þú sett kalla á rasisti. Skiljið hvert ég að menna. Skýrari reglur gerða já, en sko, þú velur hann ekki. Nei, en þú veist, það kemur hælisleitendur, þú ákveður að samþykja einhvern ákveð. Hverjir fá hæli? Setjum þetta bara í samhengi, finnst okkur þetta og þú veist, það máli velta þessari spurningu upp þegar við erum að taka inn hælisleitendurinn og þeir trúa einhver og þetta og hitt. Það er rosalega erfitt að fá hæli hérna, þannig að þú þarf að gera mörg námur og það komst í gegn, þú hafa fleiri námur. Nei, sko, sem ég að tala sko, sko, þegar við spurjum mann sko, fyrst hérna, og konur, hvað ertu með þær í virðingasteganum? Tekur í hendurnar á konum og þú segir nei við því, þú veist, þá verður ofta að spurja bara, byrju. Við erum með þannig hér. Langar það búið í Íslandi? Ok, þetta er stundu tekið. Skilju, ég bara taka sem dæmi. Þið eru konur hérna, hafið þið lent í þessum vandamálum að fólk vil ekki helsa ykkur? Herðu, nei, en ég hef alveg lent í alls konar skrýpa og sko, ég meina bara á ég býr inn í Hvalfjarðarsveit og ég fengi ég veit ekki hvort ég á að segja þessa sögu hérna, ég fengi einu svona fulla bíla að ég hélt nunnum bara var eitthvað skutla dóttur minni og kom heim og ég bara sé hérna skrúa niður afturrúðan og bara hæ, getum við fengið mjólk í fötu og ég hugsaði bara já, þú veist, og hugsaði bara þetta því að ég hef alveg spjallað við nunnur og ég hugsaði bara, já, vil ég eitthvað mjólk í fötu, já, hvað að gera, búa til ost, eitthvað, og hérna, og þú veist, já, einhvern veginn, maður bara bregst við í hérna, ég á ekki að gefa fólki ógerilsleita mjólk í fötu, en hérna, ég hugsaði bara, af hverju ekki og svo bara hérna opnast sem ég sá ekki, því ég sá bara ha-híp greinlega sem að og manneskjan sem var að tala við talaði íslensku en hérna hérna, þið veitir, hijab já þarna, þú veist, ég segi bara eitthvað maður, nema bara hvað að síðan kemur, þegar ég er búin að segja já, að þá kemur bara kall út úr fram, hérna, ökusætur sem ég sá ekki og hann bara bátt öllu höndu, talaði enga íslensku og opna skottu og bara með fullt af fötum, þú veist, ég meina, þú veist, ég bara býð samfélagi sem er bara, nei, þetta er ekkert í lagi, skilur, þetta er banna og bara, jú, please, það kom frá Reykjavík og eitthvað svona og þá ertu bara með hérna, þá veist alveg hvað hérna, heyrðu, nú förum við bara út á land og ég bara, hver bent ykkur að koma hingað, þú veist, bara, og hérna, þarna bara, eitthvað, út í lofti Sami og óskætti sótastíð og ég segi bara eitthvað, rósagt tala, þú fína íslensku. Þetta hljómar eins og fólki í miklu vanda. Já, þetta hljómar eins og fólki í miklu vanda, en ég líka bara, þú veist, hvar í ferlinu var þetta?
þetta var hann eðlilegt, skilur ég meina, og kannski bara vantar, skilur en hún talaði mjög góð íslensku, hún sagðist vera búin að búa hérna í einhver ár, sko, þannig að, þú veist, en ég meina síðan var bara fullu bíll af konum og þessi kall réði, þú veist. Og bara, þú veist, þetta er bara skrítin upplifun, skilur en hérna... Það er oft sniður að senda konuna. En síðan hef ég alveg eftir það, fengið skrítið bara, hérna, please, og þú veist, að ég hef líka bara sagt, nei, tómu tankurinn maður, mjólkubíllinn að koma og bara, please, og eitthvað svona, en ég hef lent í þessu, þetta er hægt, skilur, ég er búin að snúa þessu við. Þú er búin að setja þessi mörk? Já, ég er búin að setja þessi mörk, skilur, bara svona virkar ekki Ísland, og nota benni, maður beðið mig ekki, hérna, sláttur að nutti, bara skýra á háls, því við meðum ekki, bara nei, það er bara mastlög á Íslandi, skilur, ef þú getur ekki fyllt lögunum á Íslandi, að þá bara, þú veist, ég meina, mér finnst líka hælisleitendur og hælisleitendur bara gott og vel, en mér finnst líka bara að vanta í reglugerð að ef þú ferð að brjóta lögin sem að Íslendingar gera alveg líka og við getum ekki að henta úr landi, en skilur að þú bara vitir að þú kemur inn, ef þú getur ekki farið eftir reglunum hér, að þá bara ertu sjálf farin út, þú veist, að bara það, ef þú getur ekki virt konur í Rauðakrossröðinni. Má ég aðeins spyrja, hvað er þetta að línuna? Þannig að ef ég fer og sníki mjólk og það er bannað þetta lögum um einhverjum mastreglum, þá er ekki á landi. Nei, ég má ekki gefa þessa mjólk, skilur. Danir báðum að þeir tóku það fram þegar þeir fóru ræða þetta fyrir Evrópudómstólnum og vildi fá kallið tilbaka, þá var alveg skýrt hjá þeim, þú veist, hvað þeir töldu alvarlega glæpi, þú veist, það voru ekki umferðarlaga broti að stela í bús, skiljum mér, bara svo það sé alveg reyni. Því að þú taka sér dæmi, því að segjum að ég sé alveg upp í Norður-Afríku, ég var eins og hérna, maður frá Marakó sem sagði það að hryllilegt að maður lappar inn í stórmarkað og sér öll þessi lík, að þeir finnst óhugnanlegt að borða lík, að þeir drepa dýrið og borða það svo. Akkurat. Þannig að segjum að ég færi og dræpi kálf sem er ekki bannað svo gæt mast. Þetta var ekki á landi? Nei, en ég bara segja, þú ert ekki að fara að gera það því þú þekkir reglurnar. Ég held að gera sér alveg Gunnar, að það sé alveg ljóst, það sé svona ofbeldi gagnvart öðru fólki. Þú veist, það sé svona, þessir grófustu glæpir. En líka bara ætlast til, og þarna því að þú varst að spyrja að við værum konur, ætlast til af mér, bara bara að taka ekki neginu, skiluru. Haldið þið að sé hlutfall hælisleitenda, það sé hærra hlutfall þeirra sem að fremja alvarlega glæpi heldur en að vera Íslendinga? Nei, alls ekki, en við erum bara, aðrir menningarheimar, skiluru, það er erfitt, ef ég var að fara í aðra menningarheima, þá reyni ég að, þú veist, aðlagast því, bara, hér átt að vera með það sem ég sagði vitlaust áðan hérna, þá bara verði ég með það meðan ég er hérna, skilur. Ég er okkur að nota eitt dæmi hérna, ég segi oft, þú veist, það væri fínt, að Mo Salah, leikmaður Liverpool, hann er svona gott dæmi þetta, því að hann, en náttúrulega á hverju einasta, hann er Egypti, hann er búin að vera búsettur í Englandi að vera 10 ár, talar ensku og Liverpool stuðningsmenn sem voru miklir rasistar, þeir syngja alltaf, Mo Salah, Egyptian king. Já, if he wants to be a Muslim, I'll be Muslim too, og því að þeir hafa henni svo mikil guðatölu. Á hverjum einustu jólum þá stillir hann sér upp fyrir fram að jólatré í Bretlandi með mynd af fjölskyldunni sinni og skal ég segja og það kallar á það hinni harlínu múslimandi, þeir vera trilltir út í hann og því að hann er að taka hennar síðan. Hann hefur síðan verið eini maðurinn sem hefur talað mjög opiskátt það sem hefur í gangi í Miðjarðarhafinu, Þú veist, það sem er FIFA skrifa voða færslu, hann er látin frægasti knattspyrnumaður Palestínu og Mo Salah tekur bara tweetið og retweetaði og segir bara, ætlið ekki að segja okkur hvernig hann var drepinn. Já, akkurat. Og hann hefur verið alveg trilltur, hann hefur alveg staðið sína plikta þessu dæmi, og ég held að og verið góður talsmaður, en þú veist, þarna er maður og þá segir svona, þú veist, herru, ég get alveg haldið mínum siðum og mínum gildum, en ég líka aðlagast því fyrst ég er að biðja um að koma hérna og ég held að það sé oft svona það sem málið er, en það er alltaf verið að teikna stöðun upp hérna miklu verri en hún er. Og það þarf í orðræðu. Það þarf ekki að drama. Það er líka ásetningunni, hvaðan kemur þegar verið að teikna upp stöðuna og ef við tölum Ísland þvert að flokka, þú veist, þetta byrjar alltaf á því að þú ert með einhverja sem mætaður að tala að þeir sem er skynsemisstefnu og skynsemisstefnu. Og svo svona kemst maður að því, jú, ef tölfræðin rekur hitt og þetta, þá stoppar þetta samt ekki. Ég fylgst með Ísland þvert að flokka, það er gegndarlaus rasismi þarna, endalaus. Það er engin sérstakur áhugi í raun og veru á því stundum hefur maður grunum
að laga eitthvað íslensku samfélag, að íslensk samfélag þurfa að vera eitthvað gott. Heldur maður sér að það koma inn alls konar bæði, einhverjir hálfgerðir gerfi, prófílar, fólk lætur flakka þarna endalausa rasisma, alls konar vitleysingar og það er látið óáreitt. Það er jafnvel nánast læka við þetta. Má ekki bara loka á þessum. Já, við viljum þennan íslenska kúltúr, hann eiginlega íti með, hjálpar okkur með. Má ekki loka á þetta. Má ekki loka á kommentakerfin. Því að þegar, ég ætla bara að meina að fólk sem hefur verið ykkur sjálf. Falska prófæla finnst mér í lagi, en ég sé falska prófæla. Ef þú ert að meina, ef þú ert að segja ljótt eins og bara, þú veist, eins og bara maður sá helvíti Maggastína og maður bara, hún ekki að segja, þú veist, mér langar ekki að segja helvíti Maggastína, mér er bara frábær aktivisti og ég þarf ekki að hata Maggastínu, sko. En þú veist, ef þú ert farin að segja eitthvað svona, þeir mega bara, eigana, Ísrael, þú veist, hatursorður. Já, ég er að segja skilja þetta, ég vil loka á þetta, ef þú ert svona, þá ertu bara, þú veist, það er ekki tækifæri til þess. Svo fyndi, til tjáningafrelsi, hægri mennin töluðu mikið þú veist, vinstri mennin var að loka fyrir tjáningafrelsið og síðan taka þér við, og þá er þeir ekki gera neitt annað en að loka tjáningafrelsinu. Málið ég held að, það sem ég held að vandamáli sé með þetta koncept þessir fake profiler. Og það er oft vanalega þannig, svo Snorri til dæmis tekur upp einhver umræðu, við notuðum hann áðan. Og ég þekki ekki þetta alveg, þú veist, að þegar við vorum með Harmageddon, þú veist, og við kannski sögðum eitthvað hlut, kannski, þú veist, við sögðum eitthvað, vorum eitthvað að gagnrýna, einhverja konu. Þú veist, þá var gagnrýni okkar á hana, ekki kannski endilega vandamáli, heldur þá voru þessir bjánar sem fundu þessi þá tilneydda fannst einhvern veginn að þeir höfðu réttindi að senda viðkomandi manneski bein skilaboð. Já. Þú veist, og þetta var oft, maður var svona, þú veist, farin í það bara einhvern veginn, maður þarf að passa sjálfan sig, hvað maður segir hérna. Og voru þeir að gera það undir fölskum prófílum? Nei, þú veist, ekki endilega undir fölskum prófílum heldur, þú veist, og það var oft svona, og þetta gerist oft, að þú veist, Snorri Másson gagnrýni einhvern og síðan fylgja hinir á eftir. En hann er náttúrulega í að undir það með því að tala um að þessu innflytjendur sem er að grafa undan íslenskunni sem ég held að enginn held að það sé, ég kemur til saman, það er enginn saman. Ég held að það er alveg saman. Það eru við sem erum að grafa undan íslenskunni. Það vita það allir. Það er alltaf áfram að í að þessu innflytjendur. Og þú talar um að þetta ekki vera með fréttir af pólsku, Snorri verið að nefna það. Þú veist, þá þekki ég Pólverja sem tala, að þeir gera oft grína því, þeir koma inn og vinna einhverjum akkurum á Íslandi og þeir koma inn til landsins og þeir kunna ekki íslensku eða ensku en þegar þeir fara á landinu þá eru þeir þokkalegri ensku. Auðvitað þurfum við að spyrja okkur að því bara, hvort og ég held til að spara þessi aðlögun. Pólverjar sem eru bara mjög góður í íslensku. Já, ég er ekki að segja það, þú skilur hvert ég er að fara við sem íslendingar eigum náttúrulega að vera. Hann talar um að íslenska sé að hörna út af innflytjendum. Og það stendst þeir enga skoðun, það er engin íslensku fræðingur, það er engin sammálaðssu. Það sem er að grafa undan íslenskunni eru íslendingarnir. Já, algjörlega. Við lifum algjörlega í ensku menningarheimi og smátt er enskan að hafa áhrif á þessu. Við sinnum ekki íslensku kennslu til innflytjenda. En ég kom með... Það kemur einmitt að líkilatriði. Takk annað dæmi að Seðlabankinn lækkar ekki vexti. Viðtal við Sigmund Davíð á Arnarhóli, þá segir hann þetta er út af innflytjendastefnunni. Það verðbólga á Íslandi út af hælisleitinu. Já, velmegur íslenska þeir eru linnulaust að senda svona það sem er kallað í Ameríku svona hundablístur. Það sem eru linnulaust að segja að allt sem er að í þessu samfélagi er innflytjendum að kenna. Það sé starrið málsins svo útlendingum að kenna. Og sé enga ástæða til þess að láta eins og þeir sé að tala um eitthvað annað. Nei, þeir þú veist, málið er það sama myndi gerast hér og í Bandaríkjunum ef allir innflytjendur færu, þá myndi efnahagslífið hér hrynja. Þannig að það er mjög áhugavert hvað þið menn allar en þetta er, Gunnur, þú nefnir samt það sem ég finnst vera lykilatriði í þessu sem við þurfum að fara að ræða og það er það, og maður velti fyrir sér þú veist, við eigum að vera það verður miklu auðveldara fyrir alla hælisleitendur, innflytjendur og hverja sem fá einna leyfi til að vera í landinu að ef við myndum leggja meiri áherslu á að kenna íslensku. Inngilda. Inngilda. Má ég segja, ég gerði smá tilraun til þess síðasta vetur
og það í ferli og kemur út í desember á Menntavísindastofnunar Inngilda nunnudals Nei, bara bók eftir mig, barnabók hérna á íslensku, ensku, pólsku sem ég fekk pólska vinkonu mína sem búið henni í 32 ár til að setja yfir á pólsku því að þetta var mín, sko, ég bara tala að reyna að vinna að lausna með það, sko, ekki bara segja eitthvað á einhverju borði, ég var í alvörinu að hugsa þetta síðasta vetur, gerði þetta þetta sem sagt barnabók sem ég byrja á að teikna og skrifa á íslensku og skrifa hann svo á ensku og fæ svo pólsku þýðinguna sem hugmynd fyrir Menntavísindastofnun sem notabene aldrei gefið neitt út sem ekki á íslensku og þetta alveg bara first en þeir búin að kaupa útgáfuréttina af mér og hérna til 10 ára og þetta á að stefnir í desember þetta kom út fyrir yngstu stig sem sagt grunnskóla, þetta kemur ekki búðir allt sem að fyrir gegnum Menntavísindastofnun fer beint í skóla og leikskóla og ég sko varð einhvern veginn að koma þessi frá mér að því við erum oft bara að blandra þetta, það þarf og þarf en síðan gerir enginn neitt en þetta mín hugmynd og svo kannski hérna hægt að þýða þetta á arabísku, hérna úkraínsku og spænsku eða eitthvað, þetta bara 20 tungumál í einu bekk í Kleberskóla, skilur og barnið stoppa kannski 1 ár og lærir ekki neitt af því að skilur enga bók, en þarna væri þá hægt að leggja fyrir sömu bókina fyrir, og það var hugsunin að kennari hefði eitthvað í höndunum að því að kennarar geti ekki bara breytt þessu einir að þeir hefði eitthvað í höndunum sem þeir geti lagt fyrir bekkin og hvert tungumál með sínum lit eða þannig grunnhugmyndi, ég veit ekki hvort að MMS breytir því mikið en þeir eru alveg að vinna með mér þannig að hérna, þannig að barnið þarf bara að lesa 1 lit, barnið þarf bara kannski að lesa bláan sem íslenskan foreldri heima, það getur lesið kannski pólskuna sem rauður hérna, þú veist, í bókinni og við skiljum bókina saman ég læri einhver ný íslensk orð með barninu mínu af því að ég skil þetta sama sagan að bara hérna 3 tungumál á móti mynd skilurðu og hérna þetta snjöll og falleg hugmynd en ég held að Snorri sé á móti þessu hann vill hafa bara íslensku já, Snorri líka bara 10% hérna flokknum skilurðu það líka svona einhver íslensk menningararfs hugmynd einhver svona fjölnismanna stemning sem að ég held að þetta sé undercover eitthvað sem að menn á því sé að skemmast þetta verið búið eftir 100 ára þá verður bara ekki útlendingar hérna sko, það eru 30.000 pólverjar hérna og við verðum að bregðast við einhvern veginn og byrja á einhver staðar og hérna maður komið fun fact, það eru hvergi fleiri pólskir innflytjendur í heiminum og ég elska það, þeir eru ógeðslega duglegir hérna, tveir hérna geggjaði suðumenn að hjálpa okkur í fjósinu að sjóða fyrir nokkrum árum hef ég umræðum það að hérna, þá held ég að verið 5,4% landsmanna voru pólverjar og það minna hluta þetta svíjar í Finnlandi en það samt viðurkennt sem hérna, annað tungumál og það færra heldur en samar í Noregi sem að þó eru með viðurkenningum á samísku þannig ég segi ekki bara að hafa bara allt á pólsku þannig að ef ég er pólver hérna þá er ég bara rétt á að fá allt á pólsku Nei, þú veist, varst að miskila mig Nei, til að þú lærir íslenskuna og hafi hérna Ég var bara að spyrja Við erum Ísland og ef við viljum að þið langi til að læra íslenskuna þá verðum við einhvern veginn að koma móts við þig En pólska fréttir í RÚV, eru þið með því? Já það er skylda að upplýsinga veita ég meina það er svo skylda RÚV að veita upplýsingar hérna, já eða nei spurning ertu ánægð með Trump? En Putin? Þegar það verður að hittast í Budapest við verðum ekki þannig það eða eitthvað Nei, ekki mikið sko Ég ætla að koma með eina aðalfrétt dagsins sem var yfir öllum fréttum en ég verði eiginlega að biðja Mána að hérna, halda sér til hlés Málið það að sko Sín var að birta nýjar sendi kauphöllina að þeir eru ekki að standast neina hérna, áætlanir fjárhagslegar áskriftir selst ekki í auglýsingasalanir niður og þetta er bara enn eitt dæmi að sko fjölmiðlar eru að falla þeir voru að segja upp fólki núna og að sumuleyti er þetta svona bara merkjum það að fjölmiðlarnir eru að falla Þú heldur það? Já, ég held það sé tímabundið ég held að alvöru fjölmiðla fólk og fólk sem fylgir siðareglum blaðamanna muni hækka í áliti eftir svona 2 ár sem útvægi við gervigreind og falskar upplýsingar Hver á að borga? Það kemur í ljós af því að sömur sko almenn fjölmiðlun eins og við ólumst upp við hún varð eiginlega til ofan á svona auglýsingamarkaði sem var nauðsyn fyrirtækina til þess að eiga samskipti við hérna, fólk á svona
miklum samfélagsbreytingum, þegar massamedían verður til af massamarkaðnum og þetta bara gerðist á svona ákveðnum tíma og þá voru analógurinn var til þess að það voru til dæmis fáar, stórar, öflugar sjónvarpsstöðvar og útvarpsstöðvar og svo fáein blöð sem höfðu þetta, sem gátu soga að þetta fjármagn og við vorum, þetta var eftirstríðsárunum, þannig að jafnvel þótt að þú græddir svona mikla peninga, það var svona hugmyndum að þú ættir að sinna almannaþjónustu, þannig að jafnvel svona fjölskylda sem átti Washington Post og svona þau héldu að þeir ættu raunverulega að gera gott fyrir samfélagið. Sko, svo hugmynd í business löngu farin. Netið og fleiri hefur splundrað öllum auglýsingamarkaði, þannig að þetta safnast ekki féð á sama stað. Þeir allt í Bandaríkjana. Vísir og RÚV, MBL og RÚV.is gefa fréttir alveg ninnlunlaust, þannig að það er eiginlega verið að kenna okkur að fréttir sé eitthvað sem mátt ekki að borga fyrir. Hvað meinarðu gefa fréttir? Þú getur bara að fara inn á MBL og lesa fréttir og Vísir og lesa fréttir og Er ekki auglýsingatekjur? Þeir selja náttúrulega auglýsingar og áskriftir. Jú, það auglýsingarnar eru farnar, þær eru auglýsingaverðið á netinu. Og sem skattgreiðandi að það er prósent af skattinum í rauninni það að ég geti þá treyst að fólki sem vinni á þeim launum það sé lausnin, það er svo þingmennir. Já, ég meina það er þetta, en skilurðu einmitt eins og þú sagðir að það er eftir siðareglum og ég verða einhvers staðar að geta treyst skilurðu að það er bara einhver skilyrði í fjölmiðlum að þú sért með Fyrir að segja að fólk muni allt í einu bara, ég verða að gera áskriftir. En ég vinn á sjúkrahúsi þá þarf ég að fara eftir siðareglum sjúkrahúsis annars er í rekin maður. Þetta er smátt og smátt að verða svona. Skapast ekki einhvern tíma pláss fyrir þetta? Ef ég er að selja ís og rosalega góðan ís, en við hliðin á mér er fyrirtæki sem gefur ísinn. Nei, það er ekki svoleiðis. Fólk á eftir átt að sjá sig. Þetta er líka að byrja með Substack. Það er mjög mikið af ofsalega færu fjölmiðlafólki sem hefur verið hætt á fjölmiðlum, einmitt að því að þeir loka og fara á hausinn og allt þetta, sem eru farnir yfir á Substack, alls konar snillingar að skrifa þar og selja áskrift líka. En síðan mun þetta fólk náttúrulega taka sér saman og er byrjað og búa til fjölmiðla eða fara aftur inn á fjölmiðla sem að hafa einhverjar ambisjónir. Ísinn er orðin að svona þunnum frostbinum. Já, útþynnt og bara það hvað er ísinn einhvern veginn, er það ekki þá sem að... Ég tek undir með ykkur sem við erum samanlega í fyrst skipti í þessum þætti. En þú máttur ekki það. Það er mynd verið að, það er, sko, staða fjölmiðla er mjög það er alveg staðreynd, sko. En ég held að þetta sé tímabundið. Ég held að málið það verður bara ákveð fólk sem til í að sækja alvöru fréttamennsku. Það er alveg... Hinir eru bara alltaf að fara að sækja þetta bara... Nei, þeir eru ekki að fara að sækja fréttamennsku, þeir eru bara að fara að skróla á TikTok. Já, þeir eru bara að fara að sjá að halda eitthvað. Þeir sem vilja alvöru upplýsingar eiga eftir að vera til í það er bara svo, ég er hræddur að það sé svona jafn mikið og fylgi miðflokksins, þess að ég er tíður og það verður engin umræða. Það verður engin umræða. Má ég aðeins taka dæmi, því að við erum því sem að lýsa áðan, það var eiginlega fjölmiðlanotkun allra í samfélaginu var undir þessari maskínu sem hélt upp þessari fjölmiðlsjónvarpsstöð. Það er ekkit falsfréttavandamál á þeim tíma. Við getum ekki dæmi með ísbúðina. Stórmarkaðir eyðileggja matinn okkar. Allt sem er selt inn í stórmarkaðinum er bara lygi. Það er bara búið að þynna allt út, það er ekki kjöt í skinkunni þinni lengur. Og sumir að fatta þetta. Og það verður til eitthvað svona næstu svo underground markaður bara almennilega mat eða fólk er byrjað að gera eitthvað heima þess að rækta sjálft eða eitthvað. Þetta er kannski svona 4% af fólki sem gerir þetta. Og það verður 4% af fólki mun reyna að teygja sig inn í einhver alvöru fréttir en allur massin og samfélagið, í lýðræðislegu samfélagi mun vera inn í vassþynda ísnum eða í skinkunni sem er í mengu kjöti. Þú ert með svo svartsýkuna Smári. Þú ert svolítið svona glasið er hálf tómt hjá þér alltaf. Ég tekið eftir því. Það er ekki meira. Það er alveg mikið í því. Já, en þú sér það er að verða búið, sko. Það er alveg eins mikið í glasinu mínu og þínu. Já, og svo verðum við svolítið að passa okkur að vera ekki alveg fórnarlaupa áður en eitthvað gerist, sko. Nei, en sko málið það, ein helsta ógn sem steðjar að mannkyninu í dag eru rangar upplýsingar og falskar upplýsingar. Og þið eru núna að skoða í símanum ykkar vídeo, fólk er að senda ykkur brandara og þetta er allt saman gert með AI. Þetta er svona rosalega politically incorrect grín eitthvað og alls konar vitleysa og það er valla nokkuð leið að sjá að þetta sé algjörlega uppspunni frá rótum. Og ég þekki fólk og ég veit að gervigreindi getur líka verið sko fyndnar heldur en margir. Já, en þú veist, þegar þú veist ekki, þú veist, þegar helmingurinn er meir en helmingurinn af því fjölmiðla áreiti sem þú hefur fyrir augunum og tala nú ekki þegar, þú veist, þegar þetta eru orðnar pólitískar upplýsingar og fréttir og svona, þetta er orðið þannig og þú vilt vita hverju þú átt að trúa að þá ertu á eflaust á endanum til í að borga, þú veist, 1000 kall á mánuði í áskrift, sko, fyrir þann sem þú treystir.
Ég hef það mikla trú á mannkyninu sko. Já, ég líka. Ég held að sín sé nú ekkert að falla sko, þótt þetta hafi verið aðeins lélegar uppgjör menn byggst við sko. Jú, ég held að það sé falla, því að bara sín getur ekki haft fjölmiðlana inni og verið skráð í Kauphöll, þannig að þeir verið annarkvæmt seljaður fjölmiðlana út frá sér og það kaupir ykkur ríku kallar þetta. Eða þá að það tekur ykkur ríku kall þetta bara að markaði. Ég held að það sé bara engin ríku kall lengur til að kaupa þetta. Því að sko fjölmiðlar ekki lengur valdtæki eins og þeir voru. Þú veist, þá frekar eftir að kaupa samfélagsmiðla eins og Elon Musk Já, sponsor bara einhverja podcastara sko. Já, þú veist, það bara betra því styrna ég held að sé engin kaupa þetta. Þetta er gáfulega ákvörðun, sko. Það ykkur ríku kall sem að mun freistast til þess að gera þetta og þetta mun koðna niður í bara Þessi ríkur kall sem við freistast til þess að kaupa fjölmiðlar sínar talandi að það verið valdatæki eða málpípu og eitthvað Ég held að ég hef nú ekki trú á því sko, þú veist, ég held að þetta sé rétt hjá þér kannski með þennan möguleika að fara að markaði sko, að það meiki kannski meira senn sko, en sko það er engin sýnir ekkert að fara að falla sko, það er ennþá fullt að eignum inn í þessu fyrirtæki sko, þannig að ég held að það sé nú lítil hætt á því sko. Ég heiti einu sem fasteignamógul sem að keypti Daily News í New York og hann var í samkeppni oft við Trump og hann sagði mjög finnar sögur af Trump. En svo spurði hann að því af hverju veröldinni keyptirðu Daily News? Hann sagði hann, ég var giftur og svo skildi ég við konuna og voru 3 börn sem að fóru þar og svo giftist ég aftur með nýja konu og við eignumst nýtt barn en eins og þú sérðu þá ég svolítið gamall. Þannig ég get ekki fyllt þessari dóttur minni eftir inn í New York og New York er svona bær, það fattar þetta ekki allir sko, þetta er bara lítill bær og ég verið að hafa henni eitthvað svona miða til þess að hjálpa henni að komast inn í samfélagið. Þess vegna keypti ég Daily News. Henni verið alltaf boðið á opnanir á Metropolitan, henni verið alltaf boðið inn á opnanir hér og þar. Þetta verður hennar farseðil inn í New York. Þannig að ríkukallarnir þeir hafa alls konar sjónamið sem við erum ekki með. En ef þið pælið í því, lýðræðið og akademían til dæmis var til sem afleiðing af Gutenberg-prentinu. Skiljið? Já. Samfélagsmiðlarnir eru náttúrulega bara nýtt fyrirbæri í upplýsingamilun og skoðanadreifingum. Og gervigreindin. Já, og gervigreindin, en samfélagsmiðlarnir fyrst, sko. Þannig að við erum líklegast að það er að myndast svona einhver nýr strúktúr í pólitík. Algjörlega. Já. Við erum líka það sem að gerast með því að við erum komin inn á tímabil populismans. Við heldur betur. Þannig að það er ekki nóg að horfa bara á populistan eins og Trump. Það er líka að horfa á umbreytingu annara flokka sem við höldum þessu hefðbundnari, að þeir eru byrjað að hegða sér og akta komandi á nýjan tíma populismans. Það er ekki 7 ár? 7 ár. 7 ára helviti. 7 ára helviti og svo kemur uppskera 7 ára og allt þetta. 7 ára þá náum við balans. Vonum það. Við náum alltaf balans, þú veist, það er alltaf bara svona er bara samfélagið, þetta er tómvillis. Man finnst svo ótrúlegt samt að sjá alla þessa hægri öfgaflokka, þessi uppgangur í Evrópu hjá þeim og víðar, að maður er einhvern veginn alin upp við þetta sé rátt, þið vitið. En það kemur um málið, sko, ég man hann Svanur Kristjánsson, háskólaprófessor, hann lagði alltaf mikla áherslu á að kenna seinni heimsstyrjöldina. Já. Og það má myndi velta fyrir sig sko, hvort að það hafi klikkað í skólum líka sko, að við höfum ekki verið að sko að minna nú mikið á þetta. Já, þú veist, maður er bara þegar maður er 10 ára, þú veist, þá er 40 ár síðan þetta gerðist. Og það eru 40 ár síðan þetta. Koma okkur á tímalínu og sér hvað gerast í Bandaríkjunum með stóra lekanum. Já, það sem menn eru bara finnst bara í lagi að tala bara að Hitler hafi verið fínn á. Já, bara gera kveðju og læti sko. Ég sá eitthvað svona þátt mjög vinsælir YouTube þættir þar sem einn stillir sér upp 20 svona stilla sér upp á myndi 20 svona og hann stillir upp frægur podcastur á móti 20 hægrimönnum og þetta er ungmenni í kringu 20. Þarna koma bara Hitler aðdáendur sko, segja það alveg straight to his face og þannig að þú veist, þetta er orðið löng saga, þetta er svona svipað eins og nú voru alltaf að tala að hvort að ég var að lesa Laxness, þú veist, ég meina þegar ég var strákur var óhugsandi að einhver var eitthvað að pæli því hvort að ætti að gera það ekki. Já. En þú veist, við erum bara komin á þann stað í bóganum. Þú veist, seinni heimsstyrjöldin er einhver forneskja fyrir ungu fólki og það er bara að fara að sjá það er bara komin ný teika á þetta. Ég var eiginlega upp á allt í mitt, sko, bara á þessu ári er einmitt það
sko, þegar þarna sumir hægri trúarnir voru að kvarti við þessari vók-ritskoðun að það var ekki verið að leyfa að lesa Laxness í skólum og þá hugsaði ég, já, þeir hafa bara aldrei lesið Laxness þeir hafa, sko, það var alveg pottið, sko en þeir eru rosalega skoðun á, sko, það var Laxness var allt í einu orðið bara pjúra hægri maður fyrir þeim, sko. En Laxness er ekki að detta út af námskránni því að hann er vók. Nei, ég er að segja að það hægri maður var kona þeirri niðurstöðu. En ég fekk hérna íslensku kennarann í hérna einn af þeim í MH sem er að kenna sjálfstætt fólk og hún sagði það af skóla því að það var stundum sett að sér styttur hérna framhaldsskólinn, það var ekki, það var bara settur á minni tíma og þar leðandi svo mikið álag á nemendunar að margir hérna hafa gefist upp og að kenna bók sem er svona þykk. Það er bara að kenna bækur sem er svona þykk. Það er voða fínt að hérna, þá getur bara bent á til dæmis eins og Drauga fortíðarhlaðvarpið að þá getur maður bara fengið hérna sjálfstætt fólk og eitthvað svona úr mannkynssögunni bara í einum skemmtilegum þætti, bara wrap it up og hérna og við höldum bara áfram að kenna þetta, skilurðu. Við getum ekki farið að klípa einhverja hérna, þú veist, við kennum bara allt. Og bara hömlur á einhverja kennara að þurfa að fara eftir einhverju námskrá, nei, það stendur ekki lengur í námskrá að við erum að kenna Laxness, ég ætla bara að gera það samt, ég myndi bara að gera það samt, skilur við, ef við langar það. En við getum alveg gert það á einhvern annan veg heldur en að segja þeir að lesa alla bókina ef við langar það ekki. Hún taldi þetta að vera megin ástæðan að það væri mikið álag á krökkunum og það þarf mikið vesen að komast í gegnum sjálfstætt fólk. Hún taldi þetta væri erfiðasta bókin hans Laxness en hún vildi kenna hana af því að hún taldi að vera eyðileggja námið að þessi hugmyndum að við ættum að mæta börnunum þar sem þau eru. Þau náttúrulega hafi ekki athyglisgáfu lengur til þess að lesa svona mikið. Mæta öllum íslenskum börnum með því að þau hafi bara öll aðgang að hljóðbókum í öllu námsefni af því að þau geta þá bara verið á effing hlaupabrettinu eða úti með hundin eða eitthvað skiluru að hlusta á þetta af því að jú, þau eru kynslóð sem við erum alveg upp er bara eitthvað TikTok-kynslóð. Þetta er allt og seinlesið fyrir þau, en ef þú getur verið að gera eitthvað annað í leiðinni, en þú þarft að hlusta á þetta. Ég er ekki viss að þau myndu skilja orðaforðan í bókunum hans, vegna þess að það var einhvers sem sagði mér daginn að einhverju krakkar vissi ekki hvað leikfimi væri. Nei, en sko það er þá bara börn sem hefur ekki verið lesið fyrir, eða þú veist, vissi ekki hvað leikfimi væri. Já, veit ekki hvað leikfimi er. Þú getur googlað og vissi ekki hvað leikfimi er. Já, það getur bara verið. En þessi kennari sagði það að þetta væri mjög vinsæll áfangi og þetta væri mjög skemmtilegt að kenna þetta. Það var áfangi þarna sem var með 3 Laxness-bókum, sem var bara einn áfangi, sem átti að fella niður, af því það væri talið að væri bara óerfitt. Þá voru undirskriftasöfnin í skólanum, þannig hann er komin aftur. Þannig það er ekki þannig að börnin að íta þessu frá sér. Það er frekar einhvern veginn að það er bara orðið sem ekki hraði þessu. Það er líka að kenna gagnrýna hugsun og heimspeki og aðeins eitthvað svona lífsleikni og eitthvað með skiluru og lauma þessu bara inn í. Þegar þú ert unglingur þá langar þig að sjá lífið þegar þú ert unglingur. Þig langar að, þú veist, gervigreindin og allt þetta er eitthvað shortcut, segur hann. Tæknið er svona shortcut. Og þegar þú ert ungur þá viltu upplifa eitthvað áður nú skilur shortcutið þá þarf þetta að skilja hvaða leiði verið að stytta. Ég veit vin og ég er alltaf gaman að heyra, hann segir mér að dóttir hans er í menntaskóla, nýbyggð menntaskóla og hún og hennar vinir sem er svona eitthvað listrænar týpur heima, það er þol ekki eiga sko. Það er bara vil ekki sjá það inn í þessu sem að er ekki eitthvað afturkvæð, bara heldur, þú vilt hafa þetta pláss, skilur þau. Þannig að dystopían er ekki endilega, við getum ekki bara séð allt, þannig að þú farið allt hingað. Ég get alveg tekið undir það, því að ég veit ekki, sumir kalla mig listamann, ég veit það ekki, ég er allavega að vera að teikna bók, en ég er alveg sammála þessu, þegar ég sé AI-myndir, það fer eitthvað svona, þegar ég fæ eitthvað taugakerfis, þú veist, en eins og þú segir, stundum veit ég ekki kannski af því að ég sé að horfa á AI-myndir, en ég bara, þú veist, held líka að Menntavísindastofnun hafi keypt að mér myndirnar af því að það voru ekki tölvugerar. Já, þetta mun verða svolítið svoleiðis. Það er mánu ástæðum fyrir ég bara ekki að tala sín er að ég held ég fengi ræðuna þarna rúfa auglýsingamarkaði sem þú fluttir í hverjum Harmageddon þætti í 14 ár. Já, hún hefur ekkert breyst, ég er náttúrulega bara að segja, þú veist, þetta er bara líka siðferðislega rangt alveg saman hvernig menn skoða og ég vil náttúrulega bara sterkara ríkisútvarp og ég horfa á það sterkara ríkisútvarp sé þannig að það sé ekki á auglýsingamarkaði.
Ég held að þá væri til dæmis fleiri sér til dæmis eins og þennan þátt sem við erum í núna. Það sem bara vera að ræða og koma fullt af einhverjum góðum pælingum annað í gangi. Að þú veist, það væri töluvert betra ríkisútvarpi væri meira að gera svona efni heldur en þeir væru að gera efni sem eitthvað til að þóknast einhverjum auglýsendum. Þú veist, það finnst mér bara galið dæmi og náttúrulega hvergi í neinu síðmenntuðu samfélagi, En á Íslandi það svoleiðis og einhvern daginn, þá mun þetta breytast. Það mikilvægt að þetta í baráttu, til dæmis í baráttu svartra gegn aðskilnaðarstefnunni í Suður-Afríku. Þegar þið bættu við að þið var að berjast fyrir sigri in our time, meðan við erum á lífi. Heldur að þú vinnir þetta in your time? Það gott, það mjög gott. Nei, hann Jú, ég held það. Ég trúi að, þú veist, að við fáum full kláran Laugardalsvöll og við komum rúfa auglýsingamarkaða meðan ég lifi. Ég ætla að trúa því. Sundabraut, já. Sundabraut, ég var að segja, ég hef bara enga skoðun á Sundabraut. Ég hef alveg smá skoðun á Borgarlínu. Þú býr ekki upp á Akranesi, Ég er náttúrulega, þú veist, alveg til í... En hefur aldrei þurft að keyra á háanna tíma í gegnum Mosfellsbæ og öll hringtorgin frá Mosfellsbæ? Ég er búin að fara mjög oft á Akranesi. Og hefur farið á forgangi á sjúkrabíl í gegnum hringtorginni í gegnum Mosfellsbæ? Bara, djöfisins ræpa, afsakið orðbæði. Það er alveg þannig, þú veist, Komum ekki að eignast 2 börn á leiðinni. Ég er mikill talsmaður, þú veist, ég er mjög hrifinn af hugmyndum borgarlínu og þéttingu byggðar. Það var bandarækjamaður heima hjá mér, hann var þetta bara 20 daginn og hann var ekki búinn að fatta þetta, hann var alveg bara, ég skil ekki þegar hann var að fara milli Árbæjar og Akraness eða Hvalfjarðarsveitar, af hverju þarf að vera svona mikið að roundabouts, hvað er það? Ég sagði bara, heima hjá þér eru þetta bara ljós. En þú veist, þetta er bara rosa spes. Það er bara hringtorg og svo kemur bara hringtorg. Og ef ég hef farið þetta á annan tíma að mótni, þegar allir og amma er að fara úr Mosfellsbæ, skilurðu, og inn í hringtorgin, þannig að þú þarft að virða vinstri, skilurðu, og þú ert að koma frá Akranesi og þú átt einhvern fundnir í Sundahöfn eða eitthvað, skilurðu, í Faxaflóðin. Nei, ég segi svona. Að það er bara ekki, séðans í helviti, ég þurfti að fara daginn út á tannréttingatíma með barnið mitt niður á Snorrabraut. Ég var 1,5 tíma að koma úr Hvalfjarðarsveit, ekki úr Hvalfjarðarsveit, heldur frá Mosfellsbæ og yfir í bara, þú veist, hálftíminn er bara Kjalarnesið eftir breikkun. Maður er að hálnaði til Akureyrar þegar maður komin út úr göngunum. Já, en líka þegar ef þeir eru að fara í sumarfríunum eitthvað með aftanjásana og fara þarna í gegnum Mosfellsbæ á föstudags eftirmiðdegi, í helgafríi eitthvað eða þú veist upp í bústaðið eitthvað, þá er þið bara í Mosfellsbæ meira og minna yfir daginn. Þannig mér heyrist þú vilja fá Sundabraut. Já, en ég þarf ekki að kjósa Miðflokkinn til þess, ég sé alveg að það er að byrja á þessu. Hvalfjarðarganga, maður heyri það stundum. Af því að þú býrð þarna... Já, mér leggur bara ekki eins mikið á því, en ég skal alveg borga fyrir að fara ekki hringtorgin og eyða bílnum mínum og þú veist öllu því, skilurðu, að fá að borga mig í Sundabrautina, af því ég er alveg þekki það að borga mig í Hvalfjarðargöngin og mér finnst bara, þú veist, að við erum að taka bara færinga okkur til fyrirmyndar og bora bara í gegnum öll fjöllin og fjara þessi Vestfjörðina hérna, þú veist, á einhverju mannskja háum brekk og skilurðu, hvernig ætli sé að vera hérna á veturna, ég ferðaðist þetta í sumar, ég er ekki alveg galinn, sko, en mér finnst bara að vera bara, borum í gegnum öll fjöll, við spurum okkur þú veist, mögulega mannslíf, þú veist, sjúkraflutninga, við spurum okkur mokstur, við spurum okkur tætingu vega, skilur og öll þessi veggjöld, ef við bara þrumum svolítið í þetta. Byrja að bóra. Hefur þú skoðan að þið hvort þessi brú eða göng? Ég er ekki verkfræðingur, sko. Ég sá alltaf fyrir mig því á strákur að það yrði brýr bara út í allar þessar eyjur, Víkingi og Ingi og svona Manhattan í Viðey og þetta var geggja borgarumhverfi með svona bátsferðum og svo ef ég ætli hörpu, skilur við. Akkur er þetta ekki gert? Það vantar allar góð, sko, þetta er þessi vandamál, vantar allar góðar hugmyndir. Ég er ofta að skjóta Ég fætti ekki að beða, var flott hverfi í Ingi og svona allt í tán. Þetta gæti alveg gott. Ég þarf stundum að skjóta Hvalfjarðarsveit á Lemmi að bara taka einhverja tónleika og keyra tilbaka og ég væri alveg til í að geta bara komið upp á Sæbrautinni, skilur. Bara einmitt, út í allar eyjur og við bara komumst allt og þurfum ekki að taka bát til þess. Svo var ég brúið upp á Kjalarnes. Þetta getur verið skemmtilegt, sko. Það er ekki bara að fá þig flugvél, þá getur þú lent bara inn í downtown. Já, kannski. Það er aðastundum fengið svona lendingarleið á túnunum hjá mér. En talandi þetta, ég menna þegar ég fyrir langalöngu, ég var bara ungur maður þá var Þórður B. Sveinsson með sýningu í Ásmundarsal, held ég, það sem var borgin við Sundin. Það var búin að teikna Reykjavík upp á nýtt og byggði meðal annars á því að sem er
enginn Reykjavíkur að vera borgið við sundin og það var byggð í Viðey eiginlega áður en það var byggð í Reykjavík. Þannig Reykjavík Viðey hefur alltaf verið hluti af þessu svæði og svo Álftanesið óbyggt og hann var með svona hugmyndur að byggja upp hér í staðin fyrir að fara alltaf upp fyrir snjólínu hérna upp í Grafarholt eða Hádegismóa eða eitthvað slíkt. En mér hefur alltaf verið hissa á því að þetta skulle ekki hafa verið. Akkur ekki stjórnmálaflokkur að taka þetta? Guðmundur, þú ert bara að koma með þetta, fara að byggja í Viðey. Koma með eitthvað ég fer heim og teikna þetta. Eitthvað nýjar skemmtilega pælingar. Já, setja þetta inn í EA. Svolítið rafkast. Sendur þetta á Jóko. Ég er búin að nota EA í það. Ég er búin að setja tré eftir hringbrautinni, eftir miðri hringbrautinni, til þess að hljóðdempa og... Já, það reyndar, ég fíla það. Meiri grænsvæði. Ég kom einu sem þá tillögu að því að við værum svo mikið sundþjóð að við myndum hafa alltaf svona eina akrein sem að væri sundakrein, þannig að maður geti synt í vinnuna sem eiginlega fálega sem við sniður að við pælum í því í staði fyrir að ég fari í vinnuna og farið svo á syndi og býðum við svo á vetundar þá frýs þetta, þá fyrir við á skautum í Ég fótt í Sviss í sumar og það var mjög skemmtilegt, þá var einhver ásileikur þar og þegar fólk búið í vinnunni á heitu sumardegi að þá tekur það fötin sín og setur í poka og hendir sér bara úti og lætur sér bara fljóta heim. Man ekki hvað þessi borg heitir. Pældu hvað gaman að býða upp í Fellahvarfi og rennið niður í hvað heitir þetta svona sem í sundlóðunum? Já, þetta sundrennibraut rennið niður rennibraut og kemur hún út. Ég held að væri jafnvel meiri stemning fyrir þessum hjólastígum. Já, þetta er líka fljótlega. Amerikanin sem var heima þetta, hann spurði mig líka því, okkur ekki lestar hvað það? Og ég sagði hann, það sem að Ari Trausti Guðmundsson sagði einhvern tímann að til þess að hafa eina lestarlínu gangandi, þá þarftu 1.000.000 manns. Og við erum ekki 500.000. Er það svoleiðis? Samkvæmt honum, ég bara vitni orð hans sem að ég hlusta á fyrirlestri og þess vegna sagði hann líka og nú erum við náttúrulega langt út frá efni að við megum ekkert, það er ekki Reykjavík að ákveða flugvöllin, skilur flugvöllin í Reykjavík er lestastöð Íslendinga. Ef að flæðir hraun yfir alla Reykjanesbraut. Það er enginn sem nota flugvöllin nema opinberir starfsmenn og túristar. Hlustaðu á mig. Hlustaðu þú nú á mig? Nei. Að það Ragnar Reykjavík. Það getur gosið allstaðar á Reykjanesbraut, skilur við? Og hvað ætlum við í fókanum að gera afsakið varbröði ef þú þarft að koma síðan fólki úr landi ef þú ert ekki með Reykjavíkurflugvöll skilurðu, af því að það getur ekki gosið skilurðu á Keflavíkurflugvelli það er ekki hraun þar, en það getur gosið allstaðar og inn í Hafnarfirði það sem er hraun. Nei, það er ekki hagstætt upp á vindskilyrði, þú getur ekki bara að fara að lenda í Borgarnesi þegar þú vilt, en líka bara upp á sjúkraflug og þannig erum við aftur að tala um mannslíf og ég bara virði, mannslíf er mikils virði að þú þarft að hafa þú veist, gerðu þá þyrlupalla nýja sjúkrahúsi. Já, ég er að segja, þú veist, það var í málið, þú myndi vera með þyrlupalla. Það verður kvennaverkvall eftir viku með stutt í það. Já. Ég held að það væri búið að tala miklu meira um þetta. Akkurat í vetrarfríi Reykvíkinga. Er þetta ekki svolítið Jú, minnst þú pop-up verkvall eitthvað. Skrítið. Já, er þetta ekki alltaf stuttu fyrirværi eitthvað? Jú. Sko, það verður vetrarfrí skilst mér hjá meirihluta skólabarna í Reykjavík og þá segi ég að því að það er bara, þá komast skónarnar ekkert að því að þær eru fastar heima með börni, takið bara börni með ykkur og við erum bara öll í þessu saman, skilur við viljum öll mannréttindi, við förum bara og stemmar, ég ætla að loka minni snyrtistofu, já, ég snyrtifræðingur líka og fæ oft feedbackið og þar kemur hvað er mjólk á Berlínar? Maðurinn minn er búfræðingurinn. Ég er vel gift og hann en ég get alveg sagt þér það að verkaskiptingin á mínu heimili er alveg virkilega gamaldags af því að það vita það allir sem hafa reynt hafa að kúabændur vinna 365 ári ef þeir eru ekki með róbót sem við erum ekki með við erum með milli 60 og 70 kýr í mjöltum þannig að við erum bara með mjaltagrifju og þá tekur þetta er 12 tíma vakt á 365 daga bara verð svo góð, reynið að vinna þú veist, gera þetta og reyna að eiga kvóta og reyna að, þú veist, kaupa róbót með, þú veist, þú getur ekki haft mig á launum heima
skilurðu? Mér finnst rosa gaman að mjólka og ég elska kýrnar og það eru með mjög góða nærveru og ég þú veist, það eru ekkert með einhvern kjaftátt við mig, það eru bara yndislegar andi eira og þeir eru svona það eru eins og kúnnarnir eða kúnnarnir, ég elska líka 95% fólks skilurðu sem í stólinu hjá mér og það bara mjög skemmtilegt Þú ætlar að fara á en ég ætla að loka minni stofu ég gerir ráð fyrir að sko það er líka 90% fólks í stólinu mínum eru konur ég samt sinn alveg, ég klipp alveg tánaglur og kollun líka og geri alls konar en ég geri, þú veist, þá kröfu að þær reyni ekki að bóka hjá mér á föstudaginn kemur og ég bara, þú veist, fagna alltaf auknu mannréttindi og ég ætla líka að hvetja kennara, grunnskólakennara, til að senda tölvupústa fyrst á pappan og pröfa það í 1 ár og svo á mömmuna, af því að þú veit, við getum öll bætt aðeins jafnrétti en það hallar aðeins að þið yfirleitt þetta fyrst kannist þið þetta, þú veist, en þú náttúrulega það segja líklega kennararnir að þið geta hringi kallinn Nei, en ég sé núna, bara að því að nú á ég 3 unglinga, skilurðu ég útskrifaði yngsta barnið mitt, son minn úr grunnskóla Hvalfjarðarsveitar í vor og allt í einu byrja að birtast tölvupóstar úr Fjölbrautaskóla Vesturlands inn á Innu til okkar beggja í einu, þannig að maðurinn minn alltaf það var að koma tölvupóstur og ég bara velkomin í lífið mitt ég er búin að fá tölvupósta Þetta á Akranesi Fjölbrautaskólinn er á Akranesi það er bara annað kerfi, það er ekki mentor þar inna Herðu Margrét, ætlar þú að fara niður Arnarhól? Nei Nú? Nei Af hverju? Af því að ég er ekki í 9-5 ég þarf ekki að leggja frá mér neina spaða En í gusunni, gusu Ég ætla ekki að gusa. Það þarf ekki að gusa þennan dag? Nei, ekki þennan dag, nei. Ég nefnilega að fara að ná í plagg í Háskóla Íslands. Þaðan sem ég ætla að útskrifast, en ég vona að konunnar sem að láta mig hafa plaggið, þið leggja ekki niður störf. Það er mjög líklegt. Já, ég er að passa puta. Geta þær ekkert flýtt þessu plaggi? Eru þið á ungi til að munna eftir Hvenær var þetta aftur? 75? Þetta er 50 ára. Já, ég er bara óungur, ég bara er ekki fæddur. Ég er mjög lítill, þetta er einhvers staðar inn í sækinu því að móðir mín heitið var nú í Rauðsokkaræfingunni, þannig að ég hef nú alltaf svona taugar til... Getum við hvatt þá alla sem ætla ekki á Arnarhól að lesa kvundagshetjuna eftir Auður Haralds á meðan? Já, eða þið veitir, bara hlusta á hana hljóðbóka eitthvað? Þú ert að segja að taka börnum með að ég hef oft talað þetta kemur oft við tals í þessu leynulösa samtali sem að fer fram hér og það eru margir sem að muna eftir þessu sem barn niður á Lækjartorgi. Á 75 þá? 75, margir sem að minnast á það. En ég held að það er bara konur, þannig að það hefur verið stemmingi þá að taka ef þú ættir dóttur þá tekur maður með, þú tekir ekki soninn, ég man ekki eftir. En svo voru kallar þarna. Karlkyns feministum sem betur fyrir alltaf að fjölga. Já, ég er alveg sammálaður. En það var líka æðislegt þegar Vigdís var forseti að kallarnir á svo fallega hvernig karlmenn töluðu hana. Ég sé bara svona gömul viðtöl og þeir voru svo stoltir af henni og ánægði með henni og þarna varstu með einstæða móður sko. En haldið ef að Bríet Bjarnhéðinsdóttir væri að koma fram í dag, haldið hún yrði kölluð athyglisjúk belja? Nei, bara bæling. Af því að þið vitið í alvöru, þannig að það segir manni að þetta er ekkert unnið. Hvað er ekki unnið? Það fer svolítið eftir því hvernig jafnréttið. En Brynhildur, það fer svolítið eftir því hvernig fólk kemur fram. Ef þú ert aggressív típa, skilur, þú vorum að tala um að húmor virkar oft betur. Ef konur eru í húmor... Ég ætla að fara að vera leiðilega. Nei, býtu, ef konur eru í húmor, að þá fá þær ofta á sig stimpilinn athyglisíki, ég hef alveg fengið á athyglisíki í því Brynhildur, skilur við, en síðan kemur ef að kallar í húmor þá eru þeir alltaf bara aðal kallin í partíinu það hefur aldrei sagt að Ari Eldjárn sé athyglisjúkur, þú ert bara athyglisjúkur nei, skilur við, en Saga Garðars hefur fengið þann stimpil á sig, skilur við pælum aðeins í þessu, er þetta jafnrétti? Nei, þetta er ekki jafnrétti, það er eitt í þessu dæmi, sko, mér langar bara til að taka þennan bolta og að sko, sem ég finnst alltaf vera í þessu og það var náttúrulega á sínum tíma þegar þetta var allt saman í gangi sko meiri segja fyrir 50 árum og svona umræða sem hefur verið mjög kjánaleg eins og muniði þegar Birgitta Haugdal gaf út bók og skrifaði hjúkrunarkona það var allt vitlaust, muniði eftir því? Nei. Hún skrifaði ég man eftir því og mamma mín var hjúkrunarkona og hún sagði ég tek þetta ekkert nær mér mamma mín tók þetta ekki nær sér mamma mín var líka hjúkrunarkona sko, hún tók ekki nær sér hún er kona og vann með hjúkrun út af því að sko að það var náttúrulega ákveðið á fundi sko
kvenna sem voru þá voru að kjósa að þetta breyta nafninu hjúkrunarfræðingur og það voru konur sem margir kallar í stéttina og margar konur vildi ekki breyta nafninu hjúkrunarfræðingur þó það væri komið kallar í stéttina og vildu hamla hjúkrunarfræðingur en Birgitta Haugdal sko hún var náttúrulega staksett fyrir þetta og breytti þessu. Já, hún taklaði þetta bara vel og breytti þessu. En mér langar til að spyrja þessu dæmi. Við sjáum til dæmis líka núna að það verið að breyta hérna leikskólanum í Reykjavík. Já. Og það risu upp allar konur klæddar eins og Skúli Fógeti svo ég vitni Jóngnar ég ætla bara að segja nei þá er ég að tala konur sem voru klæddar eins og Skúli sem voru í einhverjum embættismannastörfum og fínir stjórnmálamenn að tala það að þetta væri alveg ræðilegt hann var að hæðast á hönnubyrnu hann var að gera það þannig að þú Gunnar Smári fattaði hvaðan brandari kemur en málið er að þá var engin þá var einn verkalýðsforingi sem fór og talaði við starfsfólki sem er í láglaunastörfunum sem sagði að þetta væri fínt að gera þetta umræðan og það verður oft það var ekki að segja ég er svo mikilvægt að þetta með jafnréttið að þú veist og ég sagði náðum sem er jafnlaunavottunina það sé konur í skrifstofustörfum og Ragnar Þór Ingólfsson viðurkenndi þetta bara sem fyrir þegar hann var formaður VR að þetta hefði svolítið verið það að verður að hækka launin hjá konum í fínum störfum að þær fengi jafn mikið og borgað og kallarnir í fínum störfum gott og vel en það gleymdust alla láglauna kvennastéttir og þegar við vorum að gagnrýna stjórnmálamennina fyrir þetta og voru kallaði miklir karlrembu fyrir þá var alltaf það að það er næst og nú ætlum ég að spyrja þessa spurninga út í að allir að leggja niður störf núna þegar við erum að leggja niður störf núna eru menn þá að hugsa að við erum að tala láglaunakonuna og þegar ég man þegar Efling fór í þetta verkfall á sínu tíma að það voru allir duglegu feministar sem höfðu hátt og margir voru að segja að vera athyglisjúkar þær voru ekki til í að fara í þessa athygli að draga athyglina að launum láglaunakvenna Ég er ekkert með svarið þessu en ég get alveg sagt þér það að ég börnin mín upp þannig að því ég fæ fólk í stólinn á níræðisaldri skiluru hjá mér og það er kannski nýjórið ekkitlega ekkja og það er bara ósjálfberga því að kallið mig maður með prókúrur á allt og ég kann ekki neitt, ég veit ekkert fjármála heimilisins og eða kallinn bara ég kann ekkert að skúra og ég þarf bara að fá heimsenda mat skiljiði, ég meina börnin mín þannig upp bara sjálfstæði, þó við giftum okkur eða eitthvað skilur og þó við sinnum einhverju vinnu og eitthvað, þá erum við einstaklingar og bara búðu alltaf svo vel skilur, hvort þú strákur eða stelpa að þú þurfur ekki lífsnauðsynlega á einhverjum öðrum að halda þó þú giftist einhverjum eða búið með einhverjum við verðum svolítið bara svona ég vil bara, þú veist, ítundir þetta og við höfum öll jafn tækifæri til að vera sjálfstæð og jafnvel einmitt búa ein eða vera einstæðir foreldrar eða hvað, þú veist, þetta er svolítið þetta, af því að það er alveg þannig, eins og ég var að segja með tölvupóstin frá skólanum, mömmur eru, þú veist, og það er bara eitthvað með estrógenið, skilur, við erum jogglingartistar þangað til við verðum, skilur, 60 plus eða eitthvað og missum estrógenið, að við náum bara að við verðum hræri í einhver potti og gefa brjóst og tala í síman og bara, þú veist, eitthvað, þú veist, skrifundur eitthvað nei, skilur, þetta er bara eitthvað sem er aðeins flóknara en þetta hljómar eins og þetta verkfall sé eitthvað þriðja vaktin verkfall ég er ekki að skipuleggja þetta verkfall ég vil bara, eins og ég skil þetta að við ætlum að vera að berjast fyrir jafnrétti og mannréttindum og jafnrétti bara þannig að við getum öll þið veitir mestu mannréttindi verði því að við þurfum ekki að stóla á einhvern annan nei, sem er náttúrulega málið þú veist að konur í láglaunastörfum þú veist, bara láglaunastörfum þau verða alltaf þannig að þú þarft að stóla á okkur annan þá getum við bara barist fyrir það sem ég er að velta fyrir mér hvenær á baráttan það sem ég er að bíða eftir hvenær er baráttan að fara að koma fyrir því hvenær er baráttan fyrir því að tala við láglaunakonuna kom þú bara Arnarhól og bara öskraði hátt ekki náttúrulega verið skrítið bestu fyrir láglaunakonuna nei, það væri það væri geggja teik Nei, ég segi bara, þú veist, mánu er bara byrjaður í þessu slagi. Ég er bara mjög dáist að þér. Allar konur í mínu lífi hafa verið að reka kvennavinnustæði, þannig að það er sem að spyrja að þessu, því að þetta er alveg, það er spá í þetta, því það er horfa á þetta, að það sé aldrei láglauna konur sem tekur feminista hópin, skilur, ég bara fagnaði, skilur. Ég hef svo margar af þessum láglauna konum líka, þeim berst ekki til eyrna að sé eitthvað kvennaverkfall að fara í gang. Nei, það eru bara útlendingar meira að minna. Já, það sem maður hrættur líka, og það er líka eins og bara við sáum í þessu dæmi, að það var enginn búinn að fara og ræða við láglauna konuna sem var að vinna starfið, það var enginn, en það var allir tilbúin að mæta. En síðasti svona fundur, það var stærsti útifundur í sögu þjóðarinnar.
Af hverju haldið að verði eitthvað fáir hana? Ég held að verði ekkert fáir, Þetta ég er held svo að verði spontant, pakk. þetta kom bara í gær. Kannski þetta bara illa kynnt, ég veit það ekki, sko. Kannski erum við bara, kannski bara fréttamiðlarnir ekki að sinna þessu, þeir eru bara að sinna einhverjum æsifréttum já, og miðflokkinu kannski er eitthvað PR-ráðgjafi sem sagði að athyglisbanni hjá fólki verður svo stutt að það borgar sér bara kynnt á einni viku. Já, það er sem markasmaðurinn þá getur tekið undir það sé svona tíði. Ekki vinnustæðarnir sem ákveða líka Sumir segja að þú fáir laun þótt þú færir verkfall. Já, ég sé að það er eitthvað sem er hljóta að gefa út á tingin. Þú fær fyrir mömmuðina. Já, sjálfsögðu, já. En ég er ekki skrítið að kallmenn sé að mæta það, bara svo ég spyrja af hverju? Af því þetta er mannréttindi en er það ekki einhvern veginn skrítið að fullt af kallmennum séni og þegar ég er núna, ég var ekki fæddur þetta var, en þú veist ég man alveg, þú veist þegar við okkur var sýnt þetta í skóla og svona dæmi og þetta var náttúrulega vakti alþjóðlega athygli og þetta var mikilfenglegt sko, þú veist það voru allir bara, þú veist, wow og síðan náttúrulega kemur bara, þú veist, fyrsta konan forseti, þú veist, við vorum bara mesta jafnréttispartí allar tíma. Þú veist, er þetta ekki svolítið, sko, það var, sko, við erum að tala það voru núna 50.000 manns en það voru 15.000 af þeim kallmenn, verður ekki svolítið... Nei, býtu, áttu ekki dóttir? Nei, þú ert ekki dóttir, en ég meina, ok, ég meina, við ætla heimil, já, ég meina, sko, ég er bara að velta fyrir mér, sko, ég er að velta. Var það ekki framfara með? Já, ég veit ekki. Ég ætla bara að taka það fyrir. En fyrirgeðu, það varst þú ekki að segja áðan líka, þú veist, kallmennir verður náttúrulega sækja í skólan og sjá. Nei, það er nefnilega, við þurfa það ekki, af því að það er, sko, vetrarfrí. Í Reykjavík, en við þurfum ekki að sækja í skóla. Já, það er eins og mánuði óttast að vera að koma einhvern veginn svona inn í kvennarými þarna. Nei, ég er algjörlega óhrættur við það, sko. Þessu sitt bara mættir í kvennaklefann. Sem er bara falleg nema, þú veist. Já, ég segi það. Herðu, við erum komið langt út úr efnið, sem er skemmtilegt, að hérna, við erum að tala um heiminn og svona, og svo erum við að tala um hvernig heiminn gæti verið og það er gaman að því. En ég ætla að slá botnin í þetta núna. Kæri og þakki fyrir komuna. Guðmundur, Margrét, Brynhildur og Máni. Takk. Og ég þakka Pétri Fjellsti fyrir að taka þau upp og senda út, en ykkur þakkaði með sem hafi verið að hlusta og horfa og breytti þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafi byggt upp dreifikerfið bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ég sjáu hér og heyrið. Og þá finnur fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube, í útvarpinu, á Stórhöfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM, en það má líka sækja þar útasendingar á spilarann, spilari.is er netinu, svo spilar líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útastöður, hvað sem er í heiminum, það sem er nett. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman, þar erum við nú með 5 á fjarstýringunni, við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó og kannski að ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptum líka upp á efni frá samstöðinni, sem er 24 tíma sólhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem knýr samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að telur að samstöðin og umræðin sem að fer fram hér sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi, kannski ekki síst á okkar síðustu og vestu tímum. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, þar hnappið svo ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2.750 krónum, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En þetta er orðið gott í bili, hérna fram helgina verður helgispjall, Biddi Frissa verður hér klukkan 9 í fyrramálið, svo verður þátturinn sýnir Egils í hádeginu á sunnudaginn, en annars segi ég bara góð helgi. Jæja krakkar, þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.